Fundur settur á Alþingi. Tekið fyrir eina dagskrármálið, almennar stjórnmálaumræður sem útvarpað og sjónvarpað héðan úr Alþingishúsinu. Umræðurnar skiptast í 2 umferðir og hefur hver þingflokkur 8 mínútur í fyrri umferð og 5 mínútur í seinni umferð. Röð flokkana verður þessi í báðum umferðum: Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur, Flokkur fólksins, Framsóknarflokkur, Píratar, Vinstrihreyfingin – grænt framboð, Viðreisn og Miðflokkurinn. Ræðumenn flokkanna verða: fyrir Samfylkinguna tala í fyrri umferð Helga Vala Helgadóttir, 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, og í þeirri seinni Jóhann Páll Jóhannsson, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Ræðumenn Sjálfstæðisflokksins eru Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, utanríkisráðherra, í fyrri umferð og Berglind Ósk Guðmundsdóttir, 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, í seinni umferð. Fyrir Flokk fólksins tala Guðmundur Ingi Kristinsson, 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, í fyrri umferð og Ásthildur Lóa Þórsdóttir, 3. þingmaður Suðurkjördæmis, í seinni umferð. Ræðumenn Framsóknarflokksins eru Ingibjörg Isaksen, 1. þingmaður Norðausturkjördæmis, í fyrri umferð og Stefán Vagn Stefánsson, 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, í þeirri seinni. Ræðumenn Pírata eru í fyrri umferð Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, og í seinni umferð Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Fyrir Vinstrihreyfinguna – grænt framboð tala Orri Páll Jóhannsson, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, í fyrri umferð og Bjarni Jónsson, 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, í seinni umferð. Fyrir Viðreisn tala í fyrri umferð Hanna Katrín Friðriksson, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, og í þeirri seinni Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Fyrir Miðflokkinn tala Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, í fyrri umferð og í þeirri seinni Bergþór Ólason, 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Hefst nú umræðan og til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og talar af hálfu Samfylkingarinnar. Virðulegur forseti, góðir landsmenn. Það vor og þá fyllumst við bjartsýni framtíðina. Stúdentskollarnir fara á loft, yngstu börnin færast upp í grunnskóla, sumarleyfin á næsta leyti og síðast en ekki síst er leyfilegt að hittast, faðmast og hafa gaman. Já, við erum að læra upp á nýtt að hittast fyrir utan kúlurnar okkar. Og mikið það skemmtilegt að finna hvert fyrir öðru, því þrátt fyrir allt er litróf mannlífsins svo dásamlega skemmtilegt. Við sem störfum á vettvangi stjórnmálanna megum aldrei missa sjónar á einmitt þessu, litrófi mannlífsins og tilgangi starfa okkar við að rækta þann jarðveg sem mannlífið vex upp úr. Það talað að hafa græna fingur þegar að rækta á plöntur, en ég ekki frá því að það séu rauðu fingurnir sem henti best þegar að rækta á gróskufullt mannlífið. Því þeir taka lit sinn frá hjartanu. Þar finna þeir umhyggju og samkennd. Það þarf að hafa hjarta í stjórnmálum. Virkt og opið hjarta til að gera það besta mögulega fyrir íbúa þessa lands og jarðarinnar allrar. Og þrátt fyrir átökin sem birtast almenningi héðan úr þingsal, þá bera störf okkar í sameiningu oft árangur. Og þá gott að það var til einhvers að vinna hérna langt fram eftir kvöldum við að reyna að leysa úr verkefnum líðandi stundar. Í upphafi síðasta kjörtímabils var kjörorðið innviðir. Því miður stöndum við enn frammi fyrir því að margir eru þeir orðnir býsna laskaðir. Heilbrigðiskerfið hjartað sem verður að fá næringu. Hæstvirtur fjármálaráðherra sem gegnt hefur því embætti nánast án hlés frá árinu 2013 ber mikla ábyrgð á því hvernig fjármunum skattgreiðenda hefur verið ráðstafað á þeim tæpu 10 árum og hverjir það eru sem bera þyngstu byrðarnar. Það ekki bara við í Samfylkingunni sem höfum ávarpað vanfjármögnun heilbrigðiskerfisins, heldur sést það svart á hvítu í fjölda skýrslna. Samanburðarskýrslu OECD-ríkja, skýrslum McKinsey eða skýrslum Ríkisendurskoðunar geðheilbrigðismál, hjúkrunarheimili eða fleira. Heilbrigðiskerfið okkar vanfjármagnað og hefur verið það lengi og nú erum við að missa okkar besta starfsfólk út úr heilbrigðiskerfinu á sama tíma og viðvarandi mönnunarvandi í heilbrigðiskerfinu. Heilbrigðisstarfsfólk
getur einfaldlega ekki búið lengur við það skilningsleysi sem stjórnvöld hafa sýnt. Og það er í alvöru ekki hægt að halda því fram hér fullum fetum að nóg sé gert þegar vandinn blasir við okkur á hverjum degi. Það vantar hjúkrunarrými, það vantar geðheilbrigðisúrræði, það eru áralangir biðlistar eftir nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu fyrir börn og fullorðna og ráðherrar leyfa sér að koma hingað upp í pontu Alþingis og halda því fram að fjármagn muni ekki leysa vandann. Virðulegur forseti, góðir landsmenn, það er ekki náttúrulögmál að neyðarástand ríki í heilbrigðiskerfinu. Það er pólitísk ákvörðun að setja árum saman umtalsvert lægra hlutfall landsframleiðslu í heilbrigðiskerfið en frændríki okkar á Norðurlöndunum gera. En það að halda því fram að það bitni ekki á nauðsynlegri þjónustu við almenning ber vott afskaplega lítinn skilning á verkefninu. Við megum heldur ekki gleyma því að sökum fæðar og smæðar þessarar þjóðar þá ætti að kosta hlutfallslega meira að reka þjónustuna hér en á Norðurlöndunum. Fjármálaáætlun næstu 5 ára sýnir að ríkisstjórnin hefur ekki í hyggju að sækja fjármagn þangað sem nóg er af því. Ofurarðgreiðslur stórfyrirtækja verða áfram ósnertar á meðan að grunnþjónustan skerðist frá degi til dags. Breiðu bökin gildna á sama tíma og mönnunarvandi sem rekja má til vanfjármögnunar og skilningsleysis stjórnvalda á verkefninu eykst. Framboð heilbrigðisþjónustu er ónógt, biðlistar of langir, verkefnin verða fyrir vikið þyngri og neyðin meiri. Þetta ástand snertir hvert einasta heimili á landinu og hverfur ekkert á meðan við bregðumst ekki við með verulega auknu fjárframlagi, ekki einu sinni heldur til næstu ára. Þegar að ríkissjóður er svo í vanda eftir heimsfaraldur, þá þurfum við að hafa ríkisstjórn sem þorir að sækja fé þangað sem það er að finna. Virðulegur forseti, ég vil ræða annað hjarta sem er sjálft lýðræðið og það hvernig við eflum það. Hæstvirtur forsætisráðherra talaði fyrir gagnsæi, trausti og samvinnu við upphaf síðasta kjörtímabils og að byggja brú til að skapa samstöðu og megi mál til lykta. Ég er henni sammála að við þurfum í sameiningu að auka traust á stjórnmálum með meiri samvinnu en hún þarf þá að ganga í báðar áttir. Góðar tillögur stjórnarandstöðunnar hér á þingi þarf ekki að fella bara í því að sýna vald sitt. Okkur gengur raunverulega gott eitt til þegar við sem dæmi leggjum fram tillögu að Svíar eigi áheyrnarfulltrúa í stjórn Landspítala. Hvernig gat það verið vond hugmynd að leyfa slíkri rödd að heyrast við stjórnarborðið? Hvernig gat það verið vond hugmynd að samþykkja rannsóknarnefnd Alþingis Íslandsbanka? Hvernig gat það verið vond hugmynd að fjármagna sálfræðiþjónustu eða tryggja að líf ekki í takt við lífskjarasamninga? Okkur gengur raunverulega gott eitt til og ég held að þetta skapi menningu hér á Alþingi og minnki traust á okkar störfum. En það er fleira sem traust til okkar í stjórnmálunum. Siðfræðingurinn Henrysson fjallaði á dögunum þá staðhæfingu hæstvirts forsætisráðherra auki traust. Sagði hann með þetta að gagnsæi væri raunar andstæðan við traust. Við treystum ekki fólki þegar við krefjumst þess að hafa ítarlegar upplýsingar allar athafnir þess og ákvarðanatöku. Gagnsæi getur vissulega komið við sögu þegar fólk reynir að efla trúverðugleika sinn, en traustið byggir eftir sem áður fyrst og fremst á því að fólk sýnir á eðli þess hlutverks það gegnir og þegar því er bent á þær takmarkanir sem hlutverkið kann að leiða af sér. Þar sem ríkir traust þarf ekki ótakmarkað gagnsæi. Við þurfum hins vegar átak í að auka traust á stjórnmálum.
Það hefur nefnilega ítrekað beðið hnekki eftir að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hóf sinn leiðangur og það breytist ekki nema með því að fólk sem fer með völd viðurkenni og skilji eðli þess hluta sem það gegnir. Góðir landsmenn, gleðilegt sumar. Þá tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir og Sjálfstæðisflokks. Virðulegi forseti, góðir landsmenn. Einhvers staðar heyrði ég sagt daginn að það væri óvænt og ekki gleymd tíma þar sem orð á borð við heimsfaraldur, hungursneyð og heimsstyrjöld væru farin að kollinum í fréttum með millibili. Engu að síður þetta reyndin. Eftir ár þar sem heimsfaraldur kórónuveirunnar drottnaði nánast yfir heimsbyggðinni, tók við innrás kjarnorkuvædds stórveldis fullvalda ríki í Evrópu. Gráglettni örlaganna hagaði þannig að innrásin í Úkraínu átti sér stað daginn eftir að heilbrigðisráðherra tilkynnti afnám allra takmarkana á Íslandi vegna faraldursins og daginn eftir sprengjuregn Rússa hófst í Úkraínu féllu takmarkanirnar hér úr gildi. Tveimur skaðvöldum birtast svo í þeirri hryllilegu staðreynd að 100 milljóna manna, kvenna og barna í heiminum búa nú við þann raunveruleika að næringarskortur og hungur yfirvofandi. Í þessu samhengi erum við sem byggjum þetta land að öllu leyti heppin. Eins og sakir standa það rétt og satt sem segir í ljóðinu að við erum svo þakklátt fyrir að við erum sannarlega langt frá heimsins víg á slóð. Þótt hér á Alþingi sé ekki beinlínis hægt að segja að við lifum sæl við ást og ljóð. Hér tökumst við á og þau átök eiga sér jafnan stað, hvort sem tilefnið stórt eða lítið. Hér ríkir oft dægurþras og rígur og það svo mynd sem gjarnan blasir við og það gjarnan svo að miklu auðveldara að fanga athygli með neikvæðni og sundrungu heldur en með uppbyggilegri og málefnalegri umræðu, þar sem gagnkvæm virðing ræður för þrátt fyrir ólík sjónarmið. Og vissulega það þreytt tugga að stjórnmálamenn, einkum þeir sem sitja í meirihluta, kvarti yfir smámunasemi og þraskyrni stjórnarandstöðunnar. Og ekki ætla ég að standa hér og þykjast vera alsaklaus af slíku. En við Íslendingar getum þó sannarlega þakkað okkar sæla fyrir að deiluefnin og viðfangsefnin eru oft þess eðlis að þau geta nú trauðla flokkar sem dauðansalvara í hinum stóra samhengi hlutana. Og átök milli lýðræðislega kjörinna fulltrúa sem stundum eru hörð og stundum svíður undan og stundum eru ósanngjörn eru birtingarmynd heilbrigðis í opnu og lýðræðislegu samfélagi þar sem mannréttindi eru virt, stjórnvöld þurfa að standa skil á ákvörðunum sínum og fólkið í landinu hefur raunverulega valkosti það hvert skuli stefna. Ísland þannig samfélag og þannig viljum við vera. En þótt umræða hér á þingi sé ekki alltaf mál sem eru dauðans alvara, þá hefur dauðans alvara þann óþægilega sið að banka upp á hjá lífi fólks og þjóða og spyr þó ekki endilega hversu vel fólk eða þjóðir eru í stakk búin til að takast á við hana. Þá þurfum við að vera undirbúin. Virðulegi forseti, ég ákaflega þakklát fyrir þann samhug sem hefur ríkt hér á Íslandi viðbrögð Rússlands í Úkraínu. Við Íslendingar vitum að það gildir nánast öll ríki jarðarkringlunar að þau treysta fyrst og fremst á samstöðu ólíkra þjóða alþjóðalög til þess að tryggja að landamæri og lögsaga sé virt. Ekki mörg ríki heims sem gætu ein síns liðs varið hagsmuni sína ef einungis herstyrkur réði örlögum ríkja. Frá lokum síðari heimsstyrjaldar hefur ríkt nokkuð almenn sátt að innrásarstríð í landvinningaskyni verði ekki umborin af alþjóðasamfélaginu. Þessi regla í alþjóðasamskiptum er undirstaða tilveruréttar margra ríkja. Því öld fyrir lok síðari heimsstyrjaldar gerðist það reglulega það bil á 3 ára fresti að ríki þurrkuðust út af kortinu. Þetta var oftast vegna innrásar og innlimunar árásarhverfs nágranna. Mér hefur verið hugsað til þess alvöru að undanförnu og ég viss að hugur okkar margra reikað svipaðar slóðir þann 7. maí síðastliðinn. Forseti Úkraínu Volodymyr Zelenský var fyrstur erlendra þjóða til þess að ávarpa Alþingi. Zelenský forseti þjóða sem háir stríð til þess að tryggja tilveru sína. Vladimir Putin hefur margsinnis lýst
telji í raun ekki að Úkraína eigi tilverurétt sem sjálfstætt og fullvalda ríki. Og það var magnþrungin stund og heiður fyrir okkur að hann gæfi sér stuttastund þungu ábyrgð frá þeirri dauðans alvöru sem blasir við þjóð hans til þess að ávarpa okkur hér. Í ávarpi sínu frelsið og sagði Ísland, með leyfi forseta: það sem hrífur mig mest er að ykkur skuli takast að búa ykkur farsælt þjóðlíf þrátt fyrir válynd veður og hrjúfa náttúru og að þjóð ykkar njóti öryggis og lýðræði. Þegar þið virðið fyrir ykkur bæ ykkar, þegar þið virðið fyrir ykkur fólkið ykkar, þar sjáið þið að þar fer raunverulegt frelsi. Það er menning og þið færir ykkur á hvað við höfum og öll okkar velsæld og frelsi byggist á friðsælum heimi. Á þessu er mikill skilningur hér á landi. Það kom meðal annars fram í árlegri könnun viðhorf til utanríkismála sem utanríkisráðuneytið lét framkvæma fyrir skemmstu. Þar kom fram að 78% aðspurðra telja að hagsæld Íslands byggist á alþjóðlegri samvinnu, en einungis 4% telja svo ekki vera. Þar kemur einnig fram að sama hlutfall telur að Ísland treysti á alþjóðalög og alþjóðastofnanir til að tryggja að landamæri okkar og lögsaga séu virt. Þegar spurt var afstöðu samstarfi við Ísland og alþjóðavettvangi segjast ríflega 82% vera andvíg en tæp 11% eru hlutlaus. Og þegar kemur að því að meta hvort Ísland eigi að tala máli mannréttinda telja 83% landsmanna að það skipti miklu eða fremur miklu máli. Góðir landsmenn, við Íslendingar erum enn og aftur lánsöm. Okkar helstu framleiðsluvörur munu áfram eiga greiða leið á markaði og verðmæti þeirra munu aukast. Afar ólíklegt er að friður verði rofinn í kringum okkur. Áfram getum við treyst á að eiga sess í alþjóðasamhengi innan öflugasta varnarbandalag heims, með tvíhliða varnarsamning við öflugasta herveldi heims og sem þátttakendur í Evrópska efnahagssvæðinu verðmætasta markaðssvæði okkar Íslendinga. Ég stend hér og tala fyrir stjórnmálaflokk sem hefur átt ríkan þátt í þeim ákvörðunum sem hafa leitt til þess að Ísland býr við þessa stöðu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið vörð frelsi, farsæld og fullveldi þjóðarinnar í gegnum áratugina. Ég er stolt af því að tilheyra þeim stjórnmálaflokki og ég er stolt af því að tilheyra ríkisstjórn sem hefur það hlutverk sitt að standa vörð hagsmuni íslensku þjóðarinnar á og flóknum tímum. Til máls tekur hv. 9. þingmaður kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og talar af hálfu Flokks fólksins. Virðulegur forseti, góðir landsmenn. Ný ríkisstjórn er tekið við. Nauðalík þeirri sem fór frá, að vísu fleiri stólar við langborðið upp í ráðherrabústaði. Þessi ríkisstjórn er fullrið þeirra sem hefur nóg á milli handanna og vilja helst ekki vita af tilvist fátæks fólks, öryrkja, fatlaðra og aldraðs fólks. Líkt og svo oft áður lofar ríkisstjórnin heildarendurskoðun á almannatryggingakerfinu, betrumbætum í heilbrigðiskerfinu og átaki í húsnæðismálum. En það dugar ekki að lofa öllu fögru. Verkin tala, vægast sagt. Fyrir nokkrum vikum staðfesti Hæstiréttur endanlega að grimmu búsetuskerðingar sem lengi viðgengust í lífeyriskerfi almannatrygginga hafi verið ólögmætar. Ríkið braut lög. Undir eðlilegum kringumstæðum myndi ríkið greiða öllum þeir sem voru skertir með ólöglegum hætti að fullu tilbaka. En aðeins stendur til að greiða tilbaka vegna ólögmætra búsetuskerðingar síðustu 4 árin en ekki vegna tímabilsins í heild. Já, bara 4 ár en ekki öll 13. Fáránlegt. Ríkisstjórnin ætlar ekki að borga fátækustu öryrkjum tilbaka vegna ólögmætra skerðinga. Fólkið sem lifir undir fátæktarmörkum síðustu 13 árin vegna ólögmætra skerðinga, fólkið sem getur ekki beðið lengi eftir réttlætinu í orðsins fyllstu merkingu. Flokkur fólksins hefur ítrekað kallað eftir skýrum svörum frá ríkisstjórninni.
Hvernig á að berjast gegn fátækt? Hvernig á nú að endurskoða almannatryggingakerfið? Hvernig eigum við að vernda heimilin? Hvernig eigum við að útrýma biðlistum? Að sögn fjármálaráðherra hefur verið sett 20 milljarða í almannatryggingakerfið á undanförnum árum. Af hverju skilar aukningin sér ekki í vasa fólksins í kerfinu? Það er vegna þess að almannatryggingakerfið er gegnumstreymiskerfi þar sem fjármagnið rennur í götótta vasa eldra fólks og öryrkja og þaðan beint aftur í ríkissjóð vegna skatta, skerðinga og keðjuverkandi skerðinga. 100.000 krónur lífeyrissjóði skila 25.000 krónum og í götótta vasan ef viðkomandi er heppinn. Þetta grófa fjárhagslega ofbeldi og ekki bara gróf skammtita skerðing heldur hrein og klár eignaupptaka sem beitt er að fátæku fólki. Þeir sem græða á tá og fingri í sameiginlegu auðlind þjóðarinnar borga líka sem ekkert af afnotunni og fá heldur halda ofurgróðanum. Ekki er tekið króna þeim í skerðingar eða keðjuverkandi skerðingar á 20 milljarða gróðanum. Mundi þessi aðilar sætta sig við að greiða 75% eða meira á gróðu sínu til ríkisins? Nei, auðvitað ekki. Skerðingardagurinn mikli hefst 1. júní ár hvert og Guð hjálpi þeim sem lenda í því skerðingarkviksindi. Á þessum degi og mörgum mánuðum eftir hann er lífeyririnn þeirra skertur verulega og fólk sekkur dýpra og dýpra ofan í sára fátækt. Þeir sem eru svo heppnir að þeir voga sér út á vinnumarkaðinn verða þeir svo miklum tekjuskerðingum að þeir jarða við eignarnám. Þetta þýðir á mannamáli öryrki sem fær 250.000 króna á mánuði fyrir skerðingardaginn í maí í almannakerfinu fær núna 200.000 krónur. Útborgar eftir skatta og skerðingar í mánuði heilt ár. Þegar þessi viðkomandi öryrki er búinn að borga hækkandi húsaleigu og aðra nauðsynlegar reikninga standa bara eftir 5.000 krónur á mánuði til að lifa af. Ömurlegt. Virðulegur forseti, góðir landsmenn, heilbrigðiskerfið stendur á brauðfótum. Mannekla og viðvarandi vandamál fyrir vikið og meiri álag á hverjum einn starfsmann, vaktir langar, streita mikil. Starfsmenn á bráðavaktinni hafa ítrekað kallað eftir viðbrögðum ríkisstjórnarinnar við því neyðarástandi sem það ríkir, en lítið er svör að fá. Ég velti því fyrir mér hvort það væri svo mikil mannekla í heilbrigðiskerfinu ef heilbrigðisstarfsmenn fengju sanngjörn kjör og eðlilega vinnutíma. Biðlistavandinn er ekki nýr af nálinni en ríkisstjórnin hefur látið hann viðgangast ár eftir ár og áratugi. Í dag eru 1000 börn á biðlista eftir nauðsynlegri þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Verst af þessu öllu saman er að börn þurfa að bíða eftir nauðsynlegri þjónustu. Eitt barn á bið er einu barn of mikið. 10% ungmenna á Íslandi hafa íhugað að gera tilraun til sjálfsvígs. Það segir okkur að það er eitthvað rosalega mikið í þessu manngallaða kerfi okkar. Börn eiga aldrei að þurfa að bíða eftir aðgerðum eða bíða eftir réttlæti. Það má ekki fara ofan í pólitískar skotgrafir þegar hagsmunir barna eru undir. Allt of mörg börn búa við fátækt á Íslandi í dag og það er okkur öllum hér inni til háborinnar skammar. Ég er miður mín yfir því að við sem búum í auðu landi og gjöfulu landi skulum leyfa okkur að láta þúsundir barna lifa í fátækt og því miður einnig í sárafátækt. Ég segi fyrir mitt leyti, það er grafalvarlegt mál ef einhver getur ekki leitað sér lækningar vegna fátæktar eða leyst út lífið sín. Hækkun á barnabótum og hækkun á skerðingamarka þeirra dugar engan veginn. Á barnafólki skella hækkanir á matvælum, ýmsum öðrum gjöldum úr öllum áttum, fasteignaskattar, bifreiðaskattar, sóknargjöld, útvarpsgjöld, sorpeyðingagjöld og fleiri gjöld og sköttum. Þetta eru gjöld sem ekki bara éta upp þann litla ávinning sem boðaður er að aðgerðir ríkisstjórnar heldur valda því að þeir verst settu verða að herða frekar sultarólina. Flokkur fólksins segir fólki fyrst og svo allt hitt. Við höfum ítrekað lagt fram tillögu að hækka skattleysismark til að tryggja að 350.000 krónur á mánuði skatta- og skerðingarlaust. Við erum með frumvörp og tillögur sem taka á vanda í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu, svo tryggja megi ekki barn þurfi að lifa við fátækt eða hvað þá svelta. Þá einnig að börn sé ekki gleymd og grafin á biðlista þangað til það er orðið of seint að gera eitthvað fyrir þau. Því miður hefur ríkisstjórnin komið í veg fyrir að mál okkar nái fram að ganga. Meira að segja frumvarp að bann við blóðmerahaldi sem hlaut meðfjölda umsagna og meirihluti þjóðarinnar styður. Mál sem snýst að koma í veg fyrir að níðast á dýri til að ná hormóni til að níðast á öðru dýri. Þetta er ekkert annað en dýralíð af verstu gerð verður ekki samþykkt hér á Alþingi vegna andstöðu ríkisstjórnarinnar. Virðulegur forseti, góðir landsmenn, hvað er að hjá ríkisstjórn eftir ríkisstjórn sem næri þá auðu á kostnað þeirra sem verst hafa það hér á landi?
Fólkið sem á ekki hnífs og skeiðar býr einnig á leigumarkaði við óhægilega háa leigukostnað með tilheyrandi óöryggi. Það er verið að viðhalda fátæktarvíti fyrir þá sem verst hafa hér á landi. Þeir verst settu í okkar samfélagi nauð og meira auð. Við eigum ekki að sætta okkur við slíkt. Góðir landsmenn, eigið góðar stundir. Máls hv. 1. kjördæmis Ingibjörg Isaksen og talar af hálfu Framsóknarflokksins. Virðulegi forseti, kæru landsmenn. Það hefur verið mikill heiður að fá að starfa í þessum þess að gera samfélagið okkar betra fyrir íslenska þjóð. Verkefnin hafa verið mörg og ólík og síðan fleiri mál hefðu komist í gegnum þessu þingi á næsta þingi. Öll þau mál sem rædd hafa hér eru mikilvæg en þó standa nokkur upp úr. Staðan í orkumálum þjóðarinnar hefur verið mér tekin. Svo virðist sem að á síðustu árum hafa fólk, bæði hér inni og í samfélaginu, að ræða orkumál og leitt til ákveðinnar stöðnunar. Útliti fyrir að sú stöðnun hafi loksins verið rofin. Í stjórnarsáttmálanum kemur fram það markmið að Ísland nái kolefnishlutleysi eigi síðar en árið 2040 með öllum orkuskiptum og verði þá óháð jarðefnaeldsneyti fyrst ríkja. Hér að ræða göfugt markmið og það er okkar hér á Alþingi að standa vaktina. En svo hægt sé að ná þeim markmiðum er mikilvægt að horfa á heildarmyndina. Við þurfum fjölbreyttar lausnir í orkumálum. Nýjar virkjanir, aflaukning virkjana sem þegar eru til staðar, styrking á flutningskerfi raforku og dreifikerfum og áhersla á bætta orkunýtni og orkusparnað liðir í því að búa okkur undir framtíðina. Til að mæta orkuþörf er mikilvægt að gefa út ný virkjunarleyfi. Lögin hafa sannað að vernd og nýting geta haldist í hendur og það stefnum við. Á sama tíma og lönd í kringum okkur leita logandi ljós orkukostum höfum við aðgang að grænni orku. Við erum rík af náttúruauðlindum og getum nýtt þær með skynsamlegum hætti og í sátt við náttúruna. Það er óumflýjanlegt að nýta þurfi tækifæri til grænnar orkuframleiðslu í auknum mæli. Þar getum við sátt með tilliti til náttúruverndar, menningarsögulegra minja, hagkvæmni og sjálfbærni. Þá er beislun vindorku loksins komin á dagskrá fyrir alvöru, en svo hægt sé að nýta vindorkuna þarf öflugra flutningskerfi og vatnsafl sem spilar með. Stefnt er að því að reisa 2 vindorkulundi í landi í eigu Landsvirkjunar. Hér er ríkið að stíga mikilvæg skref. Vindorka er bæði hagkvæm og endurnýjanleg og sem slík einn af betri framtíðar orkuvinnslu. Státar engin önnur þjóð af jafn háu hlutfalli grænnar orkunotkun og við Íslendingar gerum. Af því getum við verið stolt. Hæstvirtur innviðaráðherra lagði fram á þessu þingi frumvarp breytingu á skipulagslögum sem liðkar fyrir framkvæmdum vegna flutningskerfi raforku. Það er gríðarlega brýnt að flutningskerfi raforku þjóna markmiðum raforkulaga öryggi, skilvirkni og hagkvæmni. Þetta frumvarp þjónar framtíðinni, enda er öflugt flutningskerfi forsenda orkuskipta og árangurs í loftslagsmálum. Styrking flutningskerfis raforku þolir enga bið, en á hverju ári 10 milljarða króna vegna núverandi flutningskerfis. Hér eru atvinnu og tækifæri til uppbyggingar til staðar. Í upphafi þings vofði heimsfaraldur enn yfir, en við vorum að sjá til lands með vonum að heimurinn tæki við sér eftir langan vetur. Faraldursins barst okkur önnur áskorun. Innrás Rússa í Úkraínu hefur snert okkur og afleiðingarnar hafa teygt anga sína hingað. Úkraína
sem undirstaða dýrafóðurs, fugla- og svínarækt og dregur úr framleiðslu í nautgriparækt, mjólkuriðnaði og að einhverju marki í sauðfjárrækt. Einnig standa bændur fyrir erfiðum ákvörðunum eftir miklar verðhækkanir á aðföngum vegna stríðsins. Staðan grafalvarleg. Ef ekki verður brugðist við með einhverjum hætti kann framboð á innlendri vöru að dragast verulega saman næstu misseri og þar með ógnað fæðuöryggi landsins. Mikilvægi fæðuöryggis og íslensks landbúnaðar hefur lengi verið brennidepli hjá okkur í Framsókn. Standa verður vörð landbúnaðinn og leita þarf varanlegra lausna á vanda bænda til framtíðar. Norðmenn hafa brugðist við, meðal annars með því að greiðslur til bænda sem bæta fyrir óvenjulegar kostnaðarhækkanir á þessu ári. Hæstvirtur matvælaráðherra hefur skipað starfshóp sem á að vinna hratt og örugglega að tillögum til að bregðast við síhækkandi verðlagi á aðföngum til bænda. Ég treysti á að starfshópurinn komi með góðar og raunhæfar tillögur. Þingflokkur Framsóknar hefur rætt þá tillögu að bændur fái undanþágu á virðisaukaskatti á innleggi, sem kemur sem útskattur á framleiðanda til 2 ára. Þannig má tryggja allt annan rekstrargrundvöll fyrir bændur þar sem neytendur finna ekki fyrir verðhækkunum. Framsókn hefur einnig beitt sig fyrir að afurðastöðvar í kjötiðnaði verði heimilað frekara samstarf og með því hægt að ná fram mun meiri hagræðingu innan afurðageirans en nú er. Virðulegi forseti, áskoranir liggja víðar. Á síðustu árum hefur verið gríðarlegt álag á heilbrigðiskerfið og verkefnabunkinn stór. Heilbrigðiskerfið væri ekkert ef ekki væri fyrir allan þann mannauð sem við búum yfir. Heilbrigðisstarfsfólk viðvarandi áskorun hér heima sem og erlendis. COVID-faraldurinn reyndi mikið á framlínufólkið okkar í heilbrigðiskerfinu sem lagði á sig ómælda vinnu. Með þeirri samstöðu og ósérhlífni náðist að halda heilbrigðiskerfinu okkar gangandi. Það léku þrautseigja og útsjónarsemi lykilhlutverk í óeigingjarnri vinnu framlínufólksins okkar. Við getum seint þakkað þeim nægilega, en til þeirra vil ég nýta tækifærið hér og segja takk. Það getur verið freistandi að leggja mat á heiminn út frá eigin forsendum, en þegar unnið að stórum málum verðum að geta borið þann þroska að skilja aðstæður annarra og leita sameiginlegra leiða. Ég veit að við hér á Alþingi getum lagt saman á árarnar þvert á flokkslínur til þess að vinna að bættu heilbrigðiskerfi. Með samvinnu og samtali að leiðarstæði getum við komist í gegnum hvaða brýnskap. Við byggjum á góðum grunni og þor að halda áfram. Íslenska þjóðin í eðli sínu jákvæð, úrræðagóð og stendur saman. Það höfum við margsannað. Kæru landsmenn, ég hlakka til áframhaldandi samvinnu. Sumarið tekur nú á móti og ég vil óska öllum gleðilegs sumar og vona að allir njóti íslenska sumarsins. Við eigum það skilið. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ævarsdóttir, og talar Pírata. Haustið 2017 var andi breytinga í loftinu á Íslandi. 4 lyftu hulunni af leynimakki utan aðkomu föður síns að uppreist æru barnaníðings. Ríkisstjórnin sprakk krafti hér á fróni. Vinstri-hreyfingin Grænt framboð vera með pálmann í höndunum. Þau tefldu fram formanninum Katrínu Jakobsdóttur undir slagorðinu Gerum betur. Hér á komin leiðtogi sem myndi stunda ný og annars konar stjórnmál en hið gamalkunna stef leyndarhyggju og klíkuskapar sem ráðið höfðu ríkjum.
Hér var kominn leiðtogi sem leit á Sjálfstæðisflokkinn sem höfuðandstæðing sinn í íslenskri pólitík. Hefði væntanlegur kjósandi VG ratað inn í tímavél á þessum tíma og skroppið 5 ár fram á við, hefði viðkomandi átt erfitt með að trúa eigin augum hann sæi hverju atkvæði hans hefði skilað. Þökk sé ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hafa fjármagnseigendur aldrei haft það betra. Gróði af hlutabréfabraski hefur sjaldan eða aldrei verið meira en í fyrra og var hann þá ansi hár í hittifyrra þegar heimsfaraldur kórónuveirunnar stóð sem hæst. Fyrirtæki landsins greiddu út 63,7 milljarða í arð þökk sé ríkulegum stuðningi ríkisstjórnarinnar á meðan efnahagsþrengingarnar stóðu yfir. Peninga sem runnu beint úr vasa skattgreiðenda í vasa fjármagnseigenda. Svo má ekki gleyma rúsínunni í pylsuendanum. Fólk sem átti nóg af pening fyrir kreppuna græddi fullt af pening í viðbót á meðan kreppunni stóð. Ríkasta 1% landsmanna tókst til dæmis að sópa til sín 45% af öllum fjármagnstekjum árið 2019, heilum 58 milljörðum á einu ári. Það besta að þau þurftu ekki að greiða nema 26% af gróðanum í skatt. Á sama tíma neita réttum helmingur landsmanna og rúmlega 80% fatlaðs fólks sér nauðsynlega heilbrigðisþjónustu vegna þess að þau hafa ekki efni á henni. Nær 7.000 heimili lifa við skort á efnislegum gæðum og barnafjölskyldum í þeirri stöðu fer fjölgandi. Fjórðungur launafólks á erfitt með að ná endum saman. Meira en þriðjungur innflytjenda, meira en helmingur atvinnulausra og einstæðra foreldra og 8 af hverjum 10 öryrkjum eiga erfitt með að ná endum saman. Þökk sé hagstjórnarmistökum ríkisstjórnarinnar hefur stjarnfræðileg hækkun á húsnæðisverði gert það að verkum að sífellt stærri hópur muni í erfiðleikum með að ná endum saman og æ færri hafa ráð á að kaupa sína fyrstu íbúð. Verðbólga hefur ekki mælst hærri síðan 2010 og leiguverð fer alltaf hækkandi. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar að greiða út 20.000 króna einskiptis barnabótaauka og hækka örorku og húsaleigubætur lítillega. Hver hefði trúað þessu fyrir 5 árum síðan? Hver hefði trúað því að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur væri þessum töluðu orðum að vinna að því að slá Íslandsmet í fjölda brottvísunum flóttafólks? Á tímum þegar fjöldi fólks á flótta hefur aldrei verið meiri, sé ríkisstjórnin að vinna hörðum höndum að því að koma frumvarpi í gegnum þingið sem hefur það helsta hlutverk að auðvelda stjórnvöldum að vísa flóttafólki á götuna, hvort sem það í Grikklandi eða hér heima. Hver hefði trúað því að neyðarástand ríkti í heilbrigðiskerfinu? Að hjúkrunarfræðingar sé að hætta störfum hver á fætur öðrum vegna þess að margra ára neyðarópi heilbrigðisstarfsfólks yfirfullan spítala, viðvarandi óöryggi sjúklinga og ómannúðlegt álag hefur verið svarað með fálæti og stælum og fullyrðingum að það skorti bara alls ekkert fjármagn í kerfið. Að í valdatíð þessara ríkisstjórnar hafi hjúkrunarfræðingar tvívegis verið sendir í gerðardóm með kröfur sínar sanngjarn laun og að ljósmæður hafi verið sendar rakleiðis sömu leið. Hver hefði trúað því að Katrín Jakobsdóttir þyrfti skýrslu frá ríkisendurskoðanda til þess að segja sér hvort það sé ásættanleg hegðun að Bjarni Benediktsson hafi selt pabba sínum hluta af Íslandsbanka í lokuðu ferli? Auðvitað það lyginni líkast að kona sem hélt innblasnar ræður réttlæti til handa þeim sem minnst eiga og mest þurfa hjálp að halda sé nú öflugasti bandamaður þeirra sem mest eiga og heimta samt ennþá meira. Hvað sem það kostar. Og að saman hafi þau og flokkar þeirra að meðtaldri Framsókn einhent sér í það verkefni að létta efsta laginu lífið með ríflegum skattaafslætti og styrkjum á kostnað almennings. Já, hver hefði trúað því í hópi kjósenda af VG 2017? Að þetta er staðan í dag. Það þarf enda heilan her upplýsingafulltrúa og spunameistara til þess að halda þessu leikriti gangandi. Það hlýtur til dæmis einhver mjög snjall auglýsingakall að hafa látið sér detta í hug þetta innblásna rugl sem finna má í inngangi endurnýjaðs sáttmála flokkana. En það stendur með leyfi forseta. Samstarf þessara 3 flokka sem spanna litróf íslenskra stjórnmála skapar jafnvægi sem mikilvægur grundvöllur framfara. Jafnvægi sem grundvöllur framfara. Hvað þýðir það? Ekki neitt. Þetta er dæmigerður innantómur froðufrasi úr smiðju stjórnmálafólks í ímyndakrísu sem þarf að réttlæta eigin mistök fyrir sjálfu sér.
Og það einmitt líkt og þau séu farin að trúa spunanum sjálf. Þegar að forsætisráðherra kynnti endurnýjaða ríkisstjórn til leiks í haust, þá lýsti hún sterkri trú sinni á að samstarf jafn ólíkra flokka gæti jafnvel ráðið úrslitum þegar kemur að því að skapa samhljóm með þjóðinni og leysa úr stórum og erfiðum verkefnum. Samt náðu engum samhljóm stóru og erfiðu verkefnin, sín á milli, eins og orkumálin, rammaáætlun, bankasöluna, sveltistefnu heilbrigðiskerfisins, stjórnarskrána og kvótakerfið, bara svo nokkur dæmi séu nefnd. Samt er það nú svo að yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar vill að stjórnvöld beiti sér gegn ójöfnuði, ekki fyrir honum, með álagningu skatta á ríkasta fólkið. Yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar sterkt opinbert heilbrigðiskerfi, ekki fjársvelt heilbrigðiskerfi. Þau vilja réttláta breytingar í sjávarútvegi og nýja stjórnarskrá með sanngjörnum og öflugum leikreglum. Og hvar er þá samhljómurinn? Hvar liggur jafnvægið? Það í rauninni ekki erfitt að sitja á þingi og breyta rétt því við vitum vel hvað almenningur vill. En í stað þess að berjast fyrir breytingum sem yfirgnæfandi meirihluti landsmanna vill gera á samfélaginu sínu, hreyfingin grænt bandalag það að viðhalda jafnvægi á bankabókum lítils minnihluta þjóðarinnar heldur ríkasta og voldugasta fólk landsins. Og hver hefði trúað því? Tekur til máls hv. 10. þingmaður Suður, Orri Páll Jóhannsson, og talar af hálfu Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs. Virðulegi forseti, góðir landsmenn. Senn líður að lokum fyrsta þingvetrar annarrar ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Eru 4 viðburðarík ár og hafa ríkisstjórnarflokkarnir 3 sýnt ólíkra flokka sem spanna hið pólitíska litróf geta sameinast á breiðum grundvelli, landi og þjóð til heilla. Og það sem sameinar okkur öll hér á Alþingi er að vinna að betra samfélagi. Grunnstoðir Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs, umhverfisvernd, kvenfrelsi, friðarhyggja og félagslegt réttlæti eru góðar stoðir á. Þessar stoðir eiga allstaðar erindi. Þessum þingvetri verið hugleikið mikilvægi samfélagslegra sáttar. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er einmitt talað mikilvægi hennar í samhengi samfélagslega mikilvægra þátta til að mynda breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu sem og í orkumálum. Þar segir meðal annars, við forseta, sátt verður að ríkja virkjanir til að byggja upp grænt og kolefnishlutlaust samfélag. Mestu skiptir að það verði gert af varfærni gagnvart viðkvæmri náttúru landsins. Við allar ákvarðanir er brýnt að við gætum að hagsmunum núverandi og komandi kynslóða, að við höfum sjálfbæra þróun að leiðarljósi þar sem jafnvægis á milli efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfislegra þátta er gætt. Öðruvísi náum við ekki samfélagslegri sátt. Undanfarin misseri með heimsfaraldur kórónuveiru yfir og allt kring hafa sýnt okkur þá seiglu sem býr í íslenskri þjóð. Við höfum verið lánsöm að hafa fólk í forystu sem tekur ákvarðanir út frá heildarhagsmunum þjóðarinnar. Árangur Íslands í baráttunni við heimsfaraldurinn sýnir það að ákvarðanir sem byggja á bestu vísindalegu þekkingu eru farsælar ákvarðanir. En nú stöndum við frammi fyrir nýjum áskorunum. Sú grimmilega árás sem íbúar Úkraínu upplifa nú af hálfu rússneskra stjórnvalda byggir á 19. aldar hugmyndafræði, 20. aldar orðræðu með vopn 21. aldar í höndunum. Ekkert okkar getur ímyndað sér þær hörmungar sem íbúar Úkraínu búa við. Fyrirséð er að innrásin í Úkraínu mun hafa áhrif allan heim, þar með talið á efnahag þjóða. Og efnahagsþrengingar í kjölfar þeirra ráðstafana sem þjóðir heims gripu til vegna heimsfaraldursins, auk þeirra stóru verkefna sem fyrir voru og nefni ég meginlega baráttu þjóða heims við loftslagsbreytingar af mannavöldum, munu hafa áhrif á hag hér og víða veröld. Þó hagi tímabundið á vexti ríkisútgjalda búum við vel að þeim ákvörðunum sem teknar voru á síðasta kjörtímabili þegar útgjöld samfélagslega mikilvægra innviða og málaflokka til að mynda umhverfis- og loftslagsmála, félags- og heilbrigðismála
voru stóraukin frá því var. Þó það mikilvægt nú sem áður að nálgast verkefnið af kostgæfni. Skoðun okkar í Vinstrihreyfingunni grænu framboði að endurreisn hagkerfisins í framhaldi af heimsfaraldri þurfi að vera græn og styðja við markmið og þróun kolefnishlutlaus hringrásarhagkerfis. Þrátt fyrir áskoranirnar fullt tilefni til að líta björtum augum fram á veginn. Undirstöðugreinar og atvinnuhorfur hérlendis eru með besta móti og við sjáum að ferðamenn eru komnir á kreik sem aldrei fyrr, ólmir að skoða fjölda nýfriðlýstra svæða land allt. Við búum nefnilega svo vel að eiga ríflega 40% af þeim ósnortnu víðernum sem eftir eru í Evrópu. Það er auður sem við verðum að gæta vel að fyrir okkur sjálf og komandi kynslóðir. Virðulegi forseti, góðir landsmenn, okkur ber ærin skylda til þess að standa með fólki í viðkvæmri stöðu. Það að vera friðarsinni felur síst í sér afskiptaleysi, en því oft kastað fram sem höggstað á okkur sem aðhyllumst slíka stefnu. Sem friðarsinnum gefst okkur tækifæri til að berjast fyrir hugsjónum og friði með samúð og virðingu alls fólks að leiðarljósi. Ég stend fastar á því en fótunum að við vinnum ekki stríð með stríði. Þátttaka Íslands sem her og vopnlausrar þjóðar í alþjóðlegum átökum grundvallast á því að tala fyrir friði og veita þeim skjól og vernd sem minnst mega sín. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra, hefur þegar beitt sér fyrir móttöku viðkvæmra hópa, þar með talið einstæðum mæðrum og börnum þeirra frá Afganistan og fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra frá Úkraínu. Þá lagði félags- og vinnumarkaðsráðherra til og fékk samþykkt að Ísland tæki sérstaklega á móti fjölskyldum ungra afganskra flóttamanna sem fengu vernd á Íslandi eftir 18 ára aldur og áttu þess ekki kost að sækja fjölskyldusameiningu vegna aldurs. Framundan síðan stóra verkefnið að móta skýra og heildstæða stefnu í málefnum innflytjenda, en því fagna ég mjög, enda auðgar fjölbreytni okkar samfélag. Þessar aðgerðir eru hluti af því félagslega réttlæti mín hreyfing kennir sig við og eru sömuleiðis grunnstoð í því fjölmenningarsamfélagi sem við viljum byggja, að hér á Íslandi séu öll velkomin. Á dagskrá þessara þingloka til að mynda þingmál forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur sem lögfestir bann við mismunun fólks út frá kynþætti, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum og kyntjáningu utan vinnumarkaðar. Sambærileg lög eru til staðar á vinnumarkaði og eru afurð sama ráðherra frá síðasta kjörtímabili. Staða hinsegin fólks á Íslandi hefur stórbatnað á síðustu árum og var það sérstakt fagnaðarefni að sjá Ísland hækka 5 sæti á regnbogakorti ELGA Europe, enda Ísland meðal fremstu þjóða Evrópu þegar kemur að lagalegri stöðu og réttindum hinsegin fólks. Þessi árangur meðal annars afurð góðra verka á síðasta kjörtímabili og má þar nefna lög kynrænt sjálfræði sem lögfestu rétt einstaklinga til að breyta kynskráningu sinni í samræmi við eigin upplifun. Þá hefur Alþingi til meðferðar þingsályktunartillögu forsætisráðherra aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks frá árinu 2022 til 2025 sem inniber frekari réttarbætur til handa hinsegin fólki. Það að ríkisstjórnin standi að réttlátum breytingum í þessum málaflokkum eru skýr merki áhrif Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Virðulegi forseti, kæru landsmenn, Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur sannað sig að vera sú stjórnmálahreyfing sem hefur kjark til þess að takast á við áskoranir og verkefni, stjórnmálahreyfing sem hikar ekki við samstarf við aðra, sem getur verið í forystu og getur vísað veginn. Góðar stundir. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson, og talar af hálfu Viðreisnar. Herra forseti, kæru landsmenn. Orðið eldhúsdagsumræður vísar samkvæmt hefð til þess að ríkisstjórnin lagar til í eldhúsinu eftir uppskeru þingvetrar. Og mér var hugsað til þess í morgun þegar samfélagsmiðlarnir fylltust af myndum af brosandi grunnskólabörnum sem stóðu stolt með útskriftarskírteini sitt vitandi að næstu ævintýr væri að handa með hornið. Og þá vaknaði spurningin, hvernig lítur einkunnarspjald ríkisstjórnarinnar út eftir fyrsta ár endurnýjaðs samstarfs? Áskoranir þessa þingvetrar hafa verið margs konar.
Sumar hafa fylgt okkur lengi, aðrar komið nýjar inn og svo kvöddu við einhverjar. Þetta veturinn sem Pútín réðst inn í Úkraínu með skelfilegum afleiðingum sem ekki sér fyrir endan á. Nágranna og frændþjóðir okkar, Finnar, Svíar og Danir, hafi í kjölfarið átt að sjá mikilvægi þess að endurskoða utanríkisstefnu sína og efla samstarf við önnur ríki. En svo virðist sem ríkisstjórn Íslands óttist að skoða stöðu okkar í breyttum heimi og ætli ekki að endurmeta öryggis- og varnarhagsmuni okkar þrátt fyrir nýjan veruleika, og það er miður. Ein stærsta áskorun þessarar ríkisstjórnar, mikilvægasta prófið, snýr að hallarekstri ríkissjóðs. Þar er þörf á aðhaldi sem engin merki sjást um. Þvert á móti er gert ráð fyrir því að nafnvirði heildarútgjalda ríkissjóðs hækki 200 milljarða króna á næstu 5 árum. Og þensluhvetjandi fjármálastefna vinnur gegn peningastefnu. Hún neyðir Seðlabankann til að hækka stýrivexti meira en ella til að ná tökum á okkar forna fjanda verðbólgunni. Þannig hækkar vaxtakostnaður heimilanna vegna þess að aðgerðir ríkisstjórnarinnar vinna gegn markmiðum Seðlabanka. Þess utan fer hver króna sem ríkisstjórnin ver í vaxtakostnað vegna viðvarandi skuldasöfnunar. Það má telja hana sem glataða fjárfestingu, glataða fjármuni sem hefðu getað farið í uppbyggingu, sem myndi auka framleiðni og skapa hagvöxt. Og þessi staða er tilkomin vegna þess að rekstur ríkissjóðs var þegar í járnum fyrir heimsfaraldurinn. Og það er vont að sjá ekki nein merki þess að ríkisstjórnin boði lausnir hér. Forseti, enn eitt próf ríkisstjórnarinnar í vetur var salan á hluti í Íslandsbanka. Ef það er eitthvað sem situr óuppgert í íslenskri þjóðarsál, þá er það sala bankana á árunum fyrir hrun. Og það var því öllum ljóst að aðferðafræðin við bankasöluna núna yrði að vera hafin yfir allan vafa ef sátt ætti að nást um málið. Og í ljósi þess hvernig til tókst er eðlilegt að spyrja hvort ríkisstjórnin hafi einfaldlega verið slétt sama um þá sátt. Hvort heldur þá var söluferlið að enninu deilumálinu í meðförum ríkisstjórnarinnar. Ekki vegna markmiða sölunar, heldur vegna útkomunar. Og í kjölfarið er sala á þeim hluta bankans sem eftir stendur í eigu ríkisins fyrir bí að sögn ráðherra ríkisstjórnarinnar og þar með svo yfir 100 milljarða króna fjárfesting í innviðum og niðurgreiðslu skulda sem fyrirhuguð var til viðbótar. Hvernig ætlar ríkisstjórnin að mæta þessari breyttu stöðu? Með því að draga úr nauðsynlegri innviðauppbyggingu, með frekari skuldasöfnun, með skattahækkunum. Við höfum ekki fengið svörin en við bíðum eftir uppfærðri fjármálaáætlun. Við vitum öll að COVID setti gríðarlegt álag á heilbrigðiskerfið okkar, en faraldurinn afhjúpaði líka ýmsa veikleika í kerfinu okkar. Hann leiddi til þess að gamlir draugar sem hafa herjað á heilbrigðiskerfið allt of lengi voru látnir óáreittir í myrkrinu. Draugar eins og örmögnun starfsfólks, þrautaganga sjúklinga og biðlistar sem lengjast með hverjum degi. Það er orðið löngu tímabært að baða draugana ljósi til að hrekja þá brott einn af öðrum. En því miður verður ríkisstjórnin hins vegar seint kölluð draugabani. Slíkt er úrræðaleysi hennar frammi fyrir þessu mikilvæga verkefni. Þetta var líka veturinn sem almenningur fékk áhuga á fiskveiðistjórnarkerfinu og afleiðingum þess. Jákvæðum, jafnt sem neikvæðum. Þökk sé verbúðinni. En ég óttast þó því miður að það sé fullreynt að raunverulega breytingar í réttlætisátt varðandi hlutdeild þjóðarinnar í sjávarauðlindinni verði að veruleika í valdatíð þessara 3 ríkisstjórnarflokka. Ég óttast að það sé fullreynt að mikilvægt auðlindaákvæði verði sett í stjórnarskrá sem staðfesti eignarhald þjóðarinnar með tímabindingu veiðiheimilda. Fullreynt að þjóðinni séu greiddar, sanngjarnar og eðlilegar fjárhæðir fyrir afnot af auðlindinni. Og sama viðfangsefni bíður auðvitað vegna annarra náttúruauðlinda. Til dæmis í tengslum við náttúruvernd, í tengslum við loftslagsmál og í tengslum við orkuvinnslu. Við megum ekki við því að kasta til höndunum í þessu málaflokku lengur og almannahagsmunir verða að ráða för frá upphafi. Herra forseti, ég talaði áðan um áhugaleysi ríkisstjórnarinnar í alþjóðamálum. Það var ekki alveg sanngjarnt, því ríkisstjórnin hefur sýnt mikinn áhuga á því að herða útlendingalöggjöfina okkar gagnvart fólki á flótta. Svo mikið að helsti þungi ríkisstjórnarinnar virðist hafa farið í það síðustu daga að koma því máli í gegn.
En þrátt fyrir það svo sumum ráðherrum ríkisstjórnarinnar tíðrætt frelsi einstaklingsins. Meðal ríkisstjórnar meirihlutans hins vegar töluverð andstæða við því að stíga skref í átt að auknu frelsi. Og þess vegna ná svoleiðismál ekki fram að ganga í þingsal, bara á samfélagsmiðlum þessara sömu ráðherra. Pínulitla frelsismálið sölu áfengis á framleiðslustað var til dæmis svo stórt fyrir ríkisstjórnarflokkana. Og hvar boðað frumvarp hæstv. Heilbrigðisráðherra afglæpavæðingu neysluskammta? Hvernig mun hæstv. Innviðaráðherra ganga að koma leigubílafrumvarpi í gegn í sinni 4. tilraun? Hér á við hið fornkveðna: betra minna tal, minna Instagram, meiri aðgerðir. Herra forseti, ég hef stiklað hér á stóru nokkrar helstu áskoranir sem ríkisstjórnin hefur staðið frammi fyrir á þessum þingvetri og hvernig henni hefur tekist til við að mæta þeim. Hvaða einkunn ætli ríkisstjórnin gæfi sjálfri sér? Hún ánægð með veturinn og verkin? Eru allir ráðherrar stoltir á bekkjarmyndinni? Herra forseti, góðir áhorfendur. Nú eru árlegar útskriftir brátt að baki, líka hér í þingsal. Framundan íslenskt sumar í allri sinni dýrð. Ég óska okkur öllum gleðilegs sumars. Tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og talar af hálfu Miðflokksins. Forseti, góðir landsmenn, við eldhúsdagsumræður venjan að meta afrakstur ríkisstjórnar. Nú hefur þessi ríkisstjórn setið í nærri 5 ár, með eru talin árin 2 þegar ríkisstjórnin fól sérfræðingaveldi stjórn landsins. Það segir sína sögu að það voru bestu árin á ferli þessar ríkisstjórnar. En nú hefur mist COVID-skjólið og tímabært að snúa sér aftur að stjórnmálum. En það reyndar ekki sérsvið þessara ríkisstjórnar, sem var mynduð úr einum vinstriflokki, einum fyrrverandi hægri flokki og einum tækifærisinaflokki. Lausnin átti að vera sú að starfa sem kerfisstjórn. En þótt kerfið hafa mestu fengið að ráða, hafa stjórnarflokkarnir brallað ýmislegt. Ég ætla að gera tilraun til að nefna 30 dæmi afrakstur ríkisstjórnarinnar á 6 mínútum. Númer 1. Ríkisstjórnin tók uppeyju í bankamálum. Hún skilaði einum banka til vogunarsjóða og einkavæddi annan án þess að nota einstakt tækifæri til að endurskipuleggja fjármálakerfið í þágu almennings og fyrirtækja. Allir viðkomandi ráðherrar vöruðu sjálfa sig við, eða enginn þeirra gerði það, ráðherrarnir eru ósammála það. 2. Ríkisstjórnin tók að sér að fjármagna kosningaloforð Samfylkingarinnar í Reykjavík borgarlínu, án þess að nokkur hefði hugmynd hvað framkvæmdin myndi kosta, hvað þá reksturinn. 3. Í samstarfi við borgarstjórn ríkisstjórnin að hrekja Reykjavíkurflugvöll burt úr Vatnsmýrinni og hefur fengið sérstakar þakkir fyrir frá borgarstjórnum. 4. Minni sveitarfélög eru síður í náðinni og ríkisstjórnin reyndi að ná fram lögþvinguðum sameiningum. Margar aðgerðir ríkisstjórnarinnar snúast hreint afturhald. 5. Umhverfisráðherra Sjálfstæðisflokksins talar nú fyrir umhverfisstefnu sem þótti of öfgakennd í VG fyrir nokkrum árum. 6. Ríkisstjórnin lagði til bann við vinnslu olíu og gass í íslenskri lögsögu og bann við rannsóknum. Á sama tíma og mikilvægi þess að Vesturlönd verði sjálfum sér næg orku hefur aldrei verið meira. 7. Ríkisstjórnin ákvað að banna sjálfsagðar aðgerðir sem hafa bætt lífsgæði barna og fyrir lífstíð áratugum saman. Það bann við ákveðnum framförum í læknavísindum. 8. Plastpokar voru bannaðir, plaströr og áhöld. Fyrir vikið þarf fólk í auknum mæli að neyta matar með viðarflísum. Þar með var þróunin á því sviði færð aftur fyrir bronsöld. 9. Þrátt fyrir að Ísland sé umhverfisvænasti orkuframleiðandi í heimi, lá ríkisstjórninni svo á að toppa aðra í loftslagsmálum að ítrekkað voru kynnt ný markmið og markmiðin lögfest. Á meðan gleymdist að huga því að með orkuskiptum þarf að auka orkuframleiðslu. 10. Rammaáætlun situr föst og hefur verið breytt í verkfæri til að koma í veg fyrir meira og minna allar umhverfisvænar framkvæmdir. 11. Ríkisstjórnin hefur verið í fjandskap við sjálfstætt starfandi heilbrigðisþjónustu og jafnvel sjálfboðaliðasamtök en unnið að fordæmalausri samþjöppun kerfisins. Af þessu leiðir meðal annars 12.
Biðlistar lengjast og í vikunni birti Ríkisendurskoðun algjöran áfellisdóm yfir frammistöðu stjórnvalda í geðheilbrigðismálum. Númer 13. Loforð Framsóknarflokksins á sínum tíma nýjan Landspítala á nýjum stað stóð bara fram að lokun kjörstaða. Það var svo svikið áður en að stjórnarmyndunarviðræður hófust. 14. Báknið stækkar og stækkar og hefur aldrei verið stærra. Eftir höfðinu dansa limirnir því forsætisráðuneytið hefur þanist út í tíð þessar ríkisstjórnar meira en það gerði áður á nokkrum áratugum samanlagt. 15. Öll met hafi verið slegin í fjölgun pólitískra aðstoðarmanna ráðherra. 16. Ríkisstjórnin hefur eytt meiri peningum en nokkur ríkisstjórn í sögunni. Peningum sem urðu til í tíð annarra ríkisstjórnar en leið vantar hvata til tekjuöflunar og sparnaðar. 17. Nýtt íþyngjandi regluverk innleitt af kappi að því marki að minni fyrirtæki þurfa að ráða til sín starfsfólk bara til að bregðast við sívaxandi kröfum ríkisins. 18. Gjöld og refsiskattar hækka. Horfið var frá stefnunum að ríkið yrði ekki leiðandi í gjaldahækkunum við upphaf hvers árs, verðbólgan rýkur upp og eldsneyti hefur aldrei verið enn stýrt. En ríkisstjórnin þvertekur fyrir að draga úr refsiskattum eða nýjum grænum gjöldum, jafnvel tímabundið. Öll 5 árin hefur verið þrengt að landbúnaði. Nú þegar loksins farið að ræða fæðuöryggi af alvöru, skipar ríkisstjórnin nefnd undir forystu Steingríms J. Sigfússonar eftir að hafa stöðvað tillögu Miðflokksins sókn í matvælaframleiðslu ár eftir ár. 20. Matvælaráðherra ætlar að taka á sjávarútvegsmálum, en gerir það með því að skipa 146 manns í nefndir og ráð, eða 46 á þetta líklega. 21. Stjórnin rembist eins og rjúpan við staurinn að leggja niður heila starfstétt, leigubílstjóra, sem þó hafa þurft að mæta síauknum kröfum og gjöldum ár eftir ár. 22. Ítrekað ráðist í lagasetningu kynrænt sjálfdæmi án þess að líta á þætti eins og réttindi og öryggi kvenna, áhrif á kvennaíþróttir eða annað sem mikið rætt í öðrum löndum í tengslum við réttindaaukningu. 23. Upp úr þurru ákvað ríkisstjórnin að setja heimsmet í hversu lengi mætti eyða fóstri. Forsætisráðherra sagði svo ítrekað að ganga ætti miklu lengra og leyfa fóstureyðingar fram að fæðingu barns. Hinir flokkarnir létu sig hafa það. 24. Velferð barna hefur verið gerð að pólitísku auglýsingaatriði, en þegar afraksturinn skoðaður virðast aðgerðirnar fyrst og fremst snúast að breyta heitum stofnana og færa til verkefni. Sem fyrr snýst allt umbúðir frekar en innihald. 25. Loforð við eldri borgara hafa enn ekki verið efnd. 26. Ríkisstjórnin tekur við ítrekuðum skýrslum aukið umfang skipulagðrar glæpastarfsemi án þess að svara neyðarkalli lögreglunnar aukin úrræði. Allt snýst þetta stóla eins og fram kemur hér í 27 og því var ráðist í uppstokkun ráðuneyta að því marki að ráðherrarnir sjálfir virtust ekki gera sér grein fyrir hvert hlutverk þeirra væri og jafnvel ekki hvað ráðuneytin þeirra hétu. Ráðherrar eru fyrir vikið fríspilandi, tala út og suður og oft í andstöðu við aðra ráðherra. 28. Að síðasta kjörtímabili fékk VG að reka ráðherra Sjálfstæðisflokksins og ríkisstjórn, en mér finnst ólíklegt að það gæti gerst á hinn veginn. 29. Ísland eina NATO-ríkið þar sem leiðtogi ríkisstjórnarinnar andsnúinn aðild að bandalaginu. Og 30. Ríkisstjórnin hefur ítrekað slegið Norðurlandamet í hælisumsóknum, þrátt fyrir að Ísland sé fjarlægasti áfangastaðurinn. Það bitnar á getu okkar til að hjálpa þeim sem þurfa mest á hjálp að halda, meðal annars Úkraínumönnum nú, eins og hæstv. Dómsmálaráðherra viðurkenndi. Þetta því miður ekki tæmandi talning og þingstörfum ekki lokið. Nú virðist Sjálfstæðisflokkurinn hafa falið hluta stjórnarandstöðunnar að endurskrifa frumvarp sitt útlendinga sem kynnt var fyrir nokkrum árum sem nauðsynleg lagfæring á kerfinu. Á sama tíma hleypir flokkurinn í gegn frumvarpi sem til þess fallið að auglýsa Ísland enn frekar sem áfangastað þeirra sem skipuleggja fólksflutninga. Mál sem gengur í berhögg við stefnu annarra Norðurlanda sem að reyna að ná stjórn á því hverjir koma til landanna. Hver veit hvaða önnur afrek þessi ríkisstjórn mun á að klára á þeim stutta tíma sem eftir þinginu, svo ekki sem minnst á næstu ár. En með þessari stjórn fengum við köttinn í sekknum. Og því má segja hana, eins og sungið var jólaköttinn, út með þessa stjórn, hún hefur unnið heljarmikið tjón. Betri stundir. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson, og talar af hálfu Samfylkingar.
Virðulegi forseti, kæru landsmenn, þetta getur ekki gengið mikið lengur svona. Og ég held að þetta ágæta fólk sem skipar ríkisstjórnina viti það nú alveg innst inni. Verkefnin sem við stöndum frammi fyrir, þau kalla á pólitík, velferðarpólitík, en þau kalla líka á hæfni til þess að fylgja henni eftir og reka hérna velferðarsamfélag sem virkar. En pólitíski vandi þessara ríkisstjórnar er vel þekktur. Þau hafa ekki það sem þarf, sem er skýr sameiginleg sýn á stærstu viðfangsefnin og þess vegna fresta þau erfiðum ákvörðunum og setja kerfið á sjálfstýringu. En því miður, eins og þetta er nú allt saman ágætisfólk, þá er að koma betur og betur í ljós að það ríkir líka stjórnunarvandi hér í þessu húsi. Eða hvað er það annars sem stendur upp úr þegar við lítum yfir þingveturinn sem nú er að ljúka? Fyrst var það hringlið. Þau þurftu endilega að fjölga ráðherrastólum, rugla svolítið í ráðuneytunum með óheyrilegum kostnaði og engum ávinningi fyrir fólkið í landinu. Hitt stóra málið sem stendur upp úr, það er auðvitað bankasalan sem var svo hroðvirknislega framkvæmd að jafnvel hörðustu hægrimönnum, hörðustu einkavæðingarsinnum á Íslandi bara blöskrar. En þetta er nú ekki það sem ég hef mestar áhyggjur af. Það sem ég hef mestar áhyggjur af og við í Samfylkingu er að þessi sami vandi, þessi sami skortur á sýn og skortur á hæfni, hann er farinn að grafa undan sem gerir okkur að velferðarsamfélagi. Fleiri finna það. Venjulegt fólk allt land finnur það að velferðarþjónustan virkar ekki eins og hún á að gera. Eða hvernig er það fyrir foreldra með slasað barn að fara á sjúkrahús og þurfa að bíða í 8 klukkustundir? Hvernig er það fyrir aldraða manneskju að þurfa að passa dögum saman frammi á spítalagangi vegna þess að það vantar hjúkrunarrými? Og hvernig haldið það sé? Hvað haldið þið að það þýði fyrir barn með þroskaskerðingu að komast bara ekki að þurfa að bíða í 1,5, jafnvel 2 ár eftir nauðsynlegri greiningu og þjónustu? Það er langur tími í lífi barns og þetta gerist í einu ríkasta samfélagi í heimi. En þeir sem eru á listanum á Íslandi, ef ekki bara þeim lengsta í öllum heiminum, það er fólk með skerta starfsgetu. Það eru öryrkjar í Íslandi. Bíða réttlæti Katrínar Jakobsdóttur sem á að koma í formi heildarendurskoðunar einhvern tímann í framtíðinni. Heildarendurskoðunar, en þangað til má ekki gera neitt. Landsmenn, nú er óumdeilt að það ríkir vandi í heilbrigðiskerfinu okkar. Fjármálaráðherra segir að þessi vandi verði ekki leystur með auknum fjármunum. En hvað er hann þá í raun og veru að segja eftir 10 ára setu í ríkisstjórn? Hann er að segja að þjónustan sé sem sagt full fjármögnuð, en þá er hann leið að viðurkenna mjög alvarlegan stjórnarvanda. Að ríkisstjórn og ráðherrar hafa brugðist í að tryggja skilvirka nýtingu fjármuna til að byggja upp heilbrigðiskerfi sem virkar. En auðvitað skortir líka fjármagn og á þetta benda sérfræðingar ár eftir ár og enginn veit þetta betur en fólkið á gólfinu, fólkið sem veitir þetta þjónustu og kannski er ekki við að búast heldur en einmitt fjársvelti þegar ríkissjóður hefur verið holaður að innan, þegar tekjustofnar hins opinbera hafa verið rýrðir og þannig grafið undan getunni til þess að reka velferðarríki á Íslandi. Það er pólitísk ákvörðun og það er svo sannarlega ekki velferðarpólitík. Kæru landsmenn,
Þetta orðið heldur súrt og þetta getur ekki gengið mikið lengur svona. Verkin kalla, við þurfum að stokka upp í stjórnmálunum, við þurfum hæfni, nýja forystu og skýra sýn, sterka velferðarpólitík. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Berglind Ósk Guðmundsdóttir og talar af hálfu Sjálfstæðisflokks. Hæstvirtur forseti, góðir Íslendingar. Að loknum kosningum síðasta haust stóð meirihlutinn sterkari en áður. Þjóðin kaus áfram stöðugleika og stjórnmál byggð á breiðum grunni með framtíð samfélags að leiðarljósi. Þegar áfram hafa dunið yfir okkur skiptir sköpum hvernig tekist hefur til við að búa í haginn. Sterk skuldastaða ríkissjóðs gerði ríkisstjórninni kleift að bregðast hratt og vel við heimsfaraldrinum, verja afkomu íbúanna og tryggja sterka viðspyrnu þessa árs. Á sama tíma, og það gott að horfa yfir farinn veg, það hlutverk okkar að líta til framtíðar með gagnrýnum augum á. Eftir baráttu við heimsfaraldurinn stendur samfélagið núna frammi fyrir nýjum áskorunum. Stríð hefur brotist út í Úkraínu. Verðbólga á heimsvísu mælist hærri en hún hefur gert í áraraðir. Á meðan hefur viðspyrna efnahagslífsins á Íslandi tekist betur til en áhorfðist í fyrstu. Nú horfir því við nýr raunveruleiki þar sem draga þarf úr spennu í hagkerfinu til þess að verja kaupmátt og ráðstöfunartekjur. Á sama tíma þurfa stjórnvöld að stuðla að sköpun til að standa undir áframhaldandi lífskjarasókn landsmanna. Lífskjör felast ekkert síður í því hvernig við förum með sameiginlega fjármuni en því hvað situr eftir í veskinu. Sífellt kallað eftir meiri fjármunum en sjaldan hvernig við fáum meira fyrir hverja krónu. Ríkissjóður ekki óþrjótandi auðlind þvert á hugmyndir margra í þessum sal. Bætt lífskjör verða ekki til við samningaborðið eða í þessum sal hér. Heldur þau afrakstur aukinnar verðmætasköpunar á landinu öllu. Vanlegasta leiðin til aukinnar verðmætasköpunar felst í því að hlúa bæði að þeim rótgrónu atvinnugreinum sem halda hafið uppi verðmætasköpun í samfélaginu og að stuðla að því að nýjar atvinnugreinir nái fótfestu, vaxi. Þá eru möguleikar og tækifærin í orku- og loftslagsmálum miklir. Þegar við horfum á umræðuna orkuþörfina í löndunum í kringum okkar, eins og sumir hér hafi stungið höfðinu í sandinn. Orðræðan á þann að hér hefur virkað okkar síðustu grænu orku og að lausnin felist einungis í því hvernig við nýtum orkuna betur og forgangsröðum henni. Þegar staðreyndin sú að okkur að fjölga og á sama tíma eigum við fullu fangi með orkuskiptin. Ísland hefur allt til brunns að bera að vera áfram leiðandi á heimsvísu í orku- og loftslagsmálum. Líkt og Ísland var meðal fyrstu þjóða í hitaveituvæðingunni, þá eigum við að stefna á að vera fyrst í orkuskiptum í samgöngum, hvort sem á fólksbílum eða þungaflutningum. Hugvit, menntun og þekking í loftslagsmálum getur orðið ein helsta útflutningsvara Íslendinga ef okkur tekst vel til á næstu árum. Besta framlag Íslands í baráttunni við loftslagsvána ekki aðeins að ganga fram með góðu fordæmi, heldur einnig að styðja við aðrar þjóðir í þeirra vegferð. Kæru landsmenn, Ísland land tækifæranna. Ég trúi því staðfastlega að besta leiðin til að tryggja farsælt samfélag sé að tryggja jöfn tækifæri þeirra sem hér búa. Við erum fámenn þjóð sem treystir á hæfileika okkar allra og því skiptir máli að hér virki við hvern og einn. Við höfum byggt upp öflugt samfélag sem á öllum helstu mælikvörðum mælist framúrskarandi og það á grundvelli jafnra tækifæra sem við verðum að halda áfram að byggja. Öflugt menntakerfi besta leiðin til að tryggja jöfn tækifæri og mér finnst allt of lítill tími hér í þingsal fara í að ræða hvernig við brjótum þar niður múra fortíðar til að vinna á bjartari framtíð barnanna okkar. Ég þarf það mjög að fá að ræða frelsi á sviði menntunar, minni miðstýringu og að aukna
aðkomu sköpunar og valfrelsis í skólana. Að þær framsæknu rannsóknir á kennsluháttum sem fara fram í kennaradeildum háskóla landsins rati með einhverjum hætti. Að kveikja áhuga barna okkar á eigin framtíð. Að skilja eftir þann lærdóm að hver sinnar eigin gæfu smiður. Við Íslendingar erum í kjarnanum bjartsýn þjóð. Við búum á landi þar sem náttúran minnir reglulega á sig, hvort sem það eru jarðskjálftar, óhófleg snjókoma, eldgos eða jafnvel blessaða lúsmýið. Það er þá sem við sýnum best branda, þrautseigjuna og kjarkinn sem í okkur býr. Kæru landsmenn, hvort sem það er í vætu eða sól. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir og talar að hálfu Flokks fólksins. Virðulegi forseti, kæru landsmenn. Verðbólgudraugurinn kominn á stjá og það logar allt stafnan á milli alla Evrópu. Staðan alvarleg og útlit fyrir að hún versni enn. Munurinn hins vegar að verðbólgan hefur lítil sem engin áhrif á húsnæðiskostnað heimilanna í þeim löndum sem við viljum gjarnan bera okkur saman við. Íslendingar í algjörri sérstöðu hvað það varðar vegna þess að við tengjum lán og leigu við vísitölu neysluverðs. Þetta munar öllu. Seðlabankar út í heimi hafa frekar lækkað vexti en hækkað og ef þeir hafa hækkað þá það gert af mikilli varúð. En á Íslandi þvert á móti ráðist gegn verðbólgunni með því að hækka verulega húsnæðiskostnað heimila og fyrirtækja, sem gerir lítið annað en að auka verulega á erfiðleikana sem voru þó nægir fyrir. Fjölmörg heimili ráða ekki við vaxtahækkanir húsnæðislána ofan á aðrar verðhækkanir. Það algjörlega óásættanlegt ef ríkisstjórnin fórnar heimilunum enn og aftur á blóðugu altari verðtryggingarinnar eða í ginhækkandi vaxta vegna stjórnlausrar verðbólgu. Staðan grafalvarleg, en í svörum fjármálaráðherra við fyrirspurnum mínum þessi mál verður honum tíðrætt góða stöðu heimilanna og að eiginfjárstaða þeirra hafi aldrei verið betri. Það sem ég hef reynt að koma til skila til hæstv. Ráðherra en ekki tekist að bætt eiginfjárstaða sem stafar af hækkun fasteignamats en ekki því að skuldir heimilanna hafi lækkað ekki merki neitt annað en stjórnlausan húsnæðismarkað. Í október verða 14 ár frá bankahruninu. Í kjölfar þess misstu 10.000 fjölskyldur heimili sín á nauðungarsölum auk þess sem að minnsta kosti 5.000 í viðbót misstu heimili sín vegna einhvers konar nauðasamninga við kröfuhafa. Hrunið sjálft tók ekki langan tíma en aðförin að heimilunum náði við mörg ár. Lengra en þeir sem sluppu gera sig grein fyrir. Sjálf komst ég ekki í höfn með mitt heimili fyrr en í nóvember 2019, eftir hatrama og erfiða baráttu öll árin á undan. Sárin eru því enn til staðar og alls ekki gróið heilt. Hluti þessa hóps hefur sem betur fer séð til sólar á ný og jafnvel náð að kaupa sér húsnæði, en hjá mörgum þeirra staðan viðkvæm. Stór hluti þeirra sem fastur á leigumarkaði í dag þar vegna þess að heimili þeirra voru hirt af þeim í hruninu. Þeir eru líka ófáir og suma veit ég persónulega sem hreinlega misstu heilsuna vegna álagsins sem þessu fylgdi. Það var eins og mótstöðuafl þeirra hryndi og margt af þessu fólki öryrkjar í dag. Núna verið að blóðmjólka heimilin á ný og fjölmörg þeirra eru orðin blóðlítil og veik. Hvaða áhrif mun það hafa á hagkerfi til langframa? Fyrir hvern stöðugleikinn ef ekki fyrir heimilin? Já, að minnsta kosti 15.000 fjölskyldur misstu heimili sín eftir síðasta hrun. Mörg þeirra lentu í höndum gírugra leigufélaga fyrir slikk sem viðkomandi fjölskyldur hefðu jafnvel sjálfar getað staðið undir, ef þær hefðu átt kost á því. Hvert eiga fjölskyldur á leigumarkaði að fara ef þær standa ekki undir leigu sem nú þegar yfir 50% af ráðstöfunartekjum, jafnvel allt upp í 70%. Við verðum að koma í veg fyrir að það sem gerðist eftir hrun gerist aftur. En það mun gerast verði haldið áfram á þeirri braut að auka álögur á heimilin með auknum húsnæðiskostnaði. Það þarf engan snilling til að sjá að það hreint og klárt ábyrgðarleysi hjá ríkisstjórninni að ætla að vísa fólki í hendur kröfuhafanna. Við vitum öll hvaða aðferðum þeir hafa beitt heimilunum. Það ræður ofar öllu sjónarmiðið að hámarka hagnað fyrir hluthafana og þá mega réttindi neytenda sín lítils.
Núna flýtur ríkisstjórnin sofandi að feigðarósi og hunsar áfallið sem blasir við fólki með meðaltekjur eða minna. Heimilið er miðja tilveru okkar, ramminn utan líf okkar og skjólið sem við leitum athvarfs í þegar á reynir. Öryggi okkar byggir á því. Ég veit hvernig það er að búa við stöðuga ógn að vera svipt því öryggi sem heimili veitir og að missa það að lokum. Af ástæðum sem ég hafði enga stjórn á og gat ekkert gert í. Ég óska engum að upplifa það. Og hef reyndar ásett mér að koma í veg fyrir að nokkuð þessu líkt komi aftur fyrir á Íslandi, að heimilunum sé aldrei aftur fórnað fyrir fjármálakerfið. En það er við ramman reip að draga þegar ekki einu sinni hægt að koma ríkisstjórninni skilningum að peningarnir fyrir þeim álögum sem nú er verið að leggja á heimilin eru hreinlega ekki til. En hver tapar og hver græðir ef þúsundir missa heimilin sín eins og eftir síðasta hrun? Bankarnir munu græða og gera alla sína fjárfesta voðalega ríka og glaða. Fjölskyldur munu tapa og fjölmargar standa uppi heimilislausa með tilheyrandi afleiðingum. Leigufélög munu væntanlega fá íbúðir þessara fjölskyldna á sérstökum kjörum til að leigja þeim aftur. Leigufélög og fjárfestar munu græða. Þjóðfélagið mun tapa, því hvert á allt þetta fólk að fara? Það verður á ábyrgð ríkis og sveitarfélaga að tryggja þeim þak yfir höfuðið á meðan rækamæðirnir telja peningana. Við munum þurfa að finna alls konar og á stundum kostnaðarsamar lausnir og félagslega pakka fyrir fórnarlömbin. Fjölskyldur og einstaklingar yrðu niðurbrotnar og í sárum sem erfitt er að vinna sig upp úr. Skaði þeirra veri mikill, bæði fjárhagslegur og persónulegur. Er þetta þjóðfélagið sem við viljum þegar loksins sér til sólar? Eða viljum við gera þetta öðruvísi þetta sinn? En hver tapar og hver græðir ef enginn missir heimili sitt í því ástandi sem nú er? Bankarnir munu ekki tapa en sjálfsagt ekki græða jafn mikið og annars, og hvað er af því? Fjölskyldur munu halda heimilum sínum og geta komið sér aftur á fætur þrátt fyrir tímabundna erfiðleika og væri öruggu skjóli á meðan. Leigufélög munu halda því sem þau eru þegar með en ekki fá meira á silfurfati sem er gott. Þjóðfélagið mun græða, því færri munu þurfa félagslegri aðstoð að halda og færri munu veikjast meðal álagssjúkdóma, svo ekki sé nú rætt börnin. Í grunninn á það sama við fyrirtækin ef þau eða starfsemi þeirra færist á færri hendur, gætum við horft fram á aukið atvinnuleysi og erfiðleika sem einnig mun kosta þjóðfélagið mikla fjármuni. Ég bið ráðherra ríkisstjórnarinnar að endurskoða þá vegferð sem þeir eru á og að minnsta kosti gefa heimilunum þá fullvissu að enginn muni missa heimili sitt vegna tímabundinna erfiðleika eins og þá sem við nú göngum í gegnum. Takk. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Stefán Vagn Stefánsson og talar af hálfu Framsóknarflokks. Virðulegur forseti, kæru landsmenn, mig langar að tala að halda áfram. Síðastliðin 4,5 ár hefur verið miklu áorkað þrátt fyrir mikinn öldugang. Ríkisstjórninni hefur tekist að rétta úr skútunni og sigla henni í rétta átt þrátt fyrir ólgusjó í formi kórónuveirufaralds og nú innrásar Rússa í Úkraínu. En við ætlum að halda áfram. Mörg þjóðþrifamál bíða afgreiðslu okkar og það er okkar ábyrgð að vakta þau, breyta og bæta og að lokum afgreiða þau með besta mögulega hætti. Með samtali og að leiðarljósi vinnum við best í þágu samfélagsins alls. Við í Framsókn leggjum áherslu á að setja allt landið á dagskrá, bæði þéttbýli og dreifbýli. Og enginn að mæta afgangi. Að sameinast það markmið að jafna búsetuskilyrði þvert yfir landið. Fólk á ekki að sæta mismunun vegna búsetu í neinni mynd þá innan stjórnsýslu. Í vinnu eru margir boltar sem við þurfum að grípa. Byggðamál og byggðaþróun eru málaflokkur sem við eigum að hafa hátt undir höfði. Í tíð þessara ríkisstjórnar hafa skref verið stigin í átt að jöfnun búsetuskilyrða. Má þar nefna verkefni óstaðbundin störf, þar sem opinber
eru greind á nýjan máta. Eru þau staðbundin eða er hægt að vinna þau hvar sem er? Þau seinna eiga að vera skilgreind sem án staðsetningar. Það er hægt að vinna það á Sauðárkróki, Ísafirði, Reykjavík eða í Borgarfirði. Þetta verkefni skiptir landsbyggðina miklu máli og getur breytt sviðsmynd Íslands á jákvæðan máta. Einnig velti ég fyrir mér hvort að tími sé kominn á að nýta skattkerfið okkar til að jafna búsetuskilyrði enn frekar og aðstöðumun fólks í dreifðari byggðum. Þannig getum við til dæmis hvatt lítil og meðalstór fyrirtæki á utan höfuðborgarsvæðisins. Með því getum við bætt fjölþætta verðmætasköpun allt land og fjárfest í fólki. Fordæmið er til staðar en verkefni sem þetta hefur gefist vel í Noregi þar sem skattkerfið hefur verið nýtt í þágu byggðaþróunar. Við höfum gert stórátak í samgöngumálum á síðastliðnum árum og höfum háleit markmið að halda áfram veginn. Það á við bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Fullnægjandi samgöngur eru undirstaða samkeppnishæfs samfélags og velferðar þjóðarinnar. Með góðum samgöngum komumst við langt í jöfnun búsetaskilyrða en samgöngur eru forsenda byggða og innviðir verðmætasköpunar. Hér er mikilvægt að ýta ekki á bremsuna. Við ætlum að gefa í, stytta vegalengdir á milli byggða, efla atvinnusvæði á landinu öllu og bæta umferðaröryggi. Við í Framsókn trúum á og fjölbreytilega atvinnutækifæra þvert yfir landið. Þar spila óstaðbundin störf stóra rullu. Viðtenningsins má nefna nýsköpun, ferðaþjónustu og spennandi tækifæri í kvikmyndagerð. Á landsbyggðinni eru landbúnaður og sjávarútvegur burðarstoðir í atvinnulífi og grunnstoðir fæðuöryggis Íslands. Mikilvægt er að standa vörð þessar starfsgreinar. Ekki aðeins fyrir þá sem þar vinna, heldur einnig í þágu neytenda og fæðuöryggis þjóðarinnar. Fæðuöryggi er þjóðaröryggismál og við eigum að horfa þannig á málaflokkin. Í landbúnaði berjast margir í bökkum við að finna rekstrargrundvöll í núverandi stöðu. Og ekki hefur stríðið í Úkraínu bætt kostnaði á aðföngum. Við höfum engan að finna lausnir bændur lifa. Vinna þar með landbúnaði og sjávarútvegi í sátt í leit að lausnum. Mikilvægi sáttar og samvinnu er óumdeilt og þau sjónarmið verða að vera leiðarljós í nýrri vinnu samráðsnefndar sjávarútvegsstefnu sem matvælaráðherra hefur nú skipað. Verkefni framundan eru misjöfn af stærð og burðum. Með samvinnu, samtali og virðingu fyrir ólíkum skoðunum munum við komast í gegnum þau saman. Það er verkefni. Góðir landsmenn, ég óska þingmönnum og landsmönnum öll gleðilegs sumars. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir og talar af hálfu Pírata. Kæra þjóð, þann stutta tíma sem liðinn er af þessu kjörtímabili hefur mér verið hugleikið eitt grundvallaratriðið sem hér á Alþingi byggja. Valdið sjálft sem okkur er treyst fyrir. Hvað er vald? Ef til vill mætti kalla það mátt, forræði, yfirráð, að hafa völd, er að geta haft áhrif á heiminn, orsök sem hefur afleiðingu. Í víðum skilningi búum við öll yfir einhvers konar valdi. Að minnsta kosti höfum við vald yfir eigin sannfæringu. Raunar byggjum við lýðræðið á valdi einstaklingsins til þess að taka ákvörðun út frá eigin sannfæringu. Mér þykir vænt lýðræðið vegna þess að það gengur út á leikvöld. Vegna þess að þegar við tökum alla peningana, öll vopnin, öll fögru loforðin og allar upplýsingarnar út úr reikningsdæminu, situr aðeins eftir mennska sannfæring sem við búum öll yfir. Lýðræðið er að við sammælumst að láta vald einstaklingsins yfir eigin afstöðu trompa alla hina þættina.
að láta manneskjur ráða á sínum eigin forsendum. Þegar þjóðin kýs þingmenn til að þjóna hagsmunum sínum á Alþingi, lætur hún vald sitt bergmála úr kjörklefunum og alla leið inn í þinghús. Til þess að ákvarða framtíð þjóðarinnar lagt í hendur okkar þingmanna í góðri trú kjósenda í við tökum réttu ákvarðanirnar fyrir hönd fólksins sem lánar okkur þetta dýrmæta vald sitt í skamma stund. En það er eitt að hafa vald með höndum og annað að beita því. Þegar við lítum í kringum okkur, hvort sem hér heima eða annar staðar, blasir við okkur sár sannleikur. Valdi af þessu tagi ekki alls staðar beitt á skynsamlegan og réttlátan hátt. Vald vandmeðfarið, því það spillir. Algjört vald spillir algjörlega. Það ætti ekki að koma á óvart að fólk eigi erfitt með að afsala sér vald, framselja það eða dreifa því þegar það virkar nánast eins og vímuefni. Þess vegna skiptir að mörgu leyti minna máli hver það sem stjórnar, en þeim meira máli hver það sem tryggir að stjórnandinn missi ekki undir áhrifum valda vímunar. Hver stendur vörð varðmennina fornkveðin spurning sem á jafnvel við í dag og í fyndinni. Hver valdar valdafólkið þegar það lætur blindast af valdi og fyrir okkur öllum að voða? Síðustu 10 ár hafa Píratar staðið vaktina. Píratar hafa frá upphafi barist fyrir aukinni dreifingu valds, meira og beinna lýðræði, auknu gagnsæi, heiðarleika og ábyrgð í stjórnmálum. Það sem greinir Pírata frá öðrum flokkum tryggðin við baráttuna fyrir mannréttindum gegn ofbeldi og annars konar oki hinna valdameiri á þeim sem minna mega sín. Í stuttu máli valda ójafnvægi. Við kunnum að vera fámenn hér á þingi en styrkur okkar langt umfram stærð. Við sækjum styrk og þrótt til gildana sem við finnum í hávegum, til samstöðunar sem við finnum úti í samfélaginu, frá holdi og blóði og til ánægjunar sem hlýst af því að uppskera ávexti erfiðis okkar. Af nógu þar að taka. Statt og stöðugt höfum við talað máli fólks sem undirokað eða jaðarsett í okkar samfélagi. Við höfum barist gegn ofbeldi og ofbeldi af hálfu ríkisins sjálfs, gegn konum, hinsegin fólki, ofsóknum gegn fólki sem notar vímuefni og fólki með geðraskanir. Við höfum barist gegn fátækt, mismunun, misrétti og réttindasviptingum og öðru því sem rekja má til áðurnefnds valda ójafnvægis sem gjarnan haldi af þeim sem meira mega sín. Bara það sem af árs höfum við komið í veg fyrir frumvarp sem ætlað var að líkanir í geðheilbrigðismálum í stað þess að afnema þær. Staðið vörð réttindi flóttafólks, barist gegn spillingu og einkahagsmunapólitík, fyrir réttindum þolenda ofbeldis og fyrir hagsmunum komandi kynslóða í loftslagsmálum. Sama hvað gengur á, tökum við Píratar harða afstöðu með sameiginlegum okkar allra. Þau aldrei til sölu. Ekki fyrir græna sumar, ekki fyrir atkvæði, ekki einu sinni fyrir lengra sumar. Þetta virðist stundum farið taugarnar á fólki. Við erum kölluð ósamvinnuþýð, óstjórntæk og ósveigjanleg þegar hugsjónir okkar lýðræði, mannréttindi og frelsi einstaklingsins til sjálfsákvörðunar standa í mótsögn við fyrirætlanir æðstu valdhafa. Í kjölfarið fylgja tilraunir til að skrumskæla sannleikann, afvegaleiða umræðuna og snúa narratífinu að halda mætti að sjálf lýðræðishugsjónin væri helstu óvinur lýðræðisins. Áður en við vitum af, munu hver stendur vörð varðmennina? Einn daginn geta gripið inn í sjálf, í krafti nýskrár. Kannski verður einn daginn jafn sjálfsagt að efla lýðræðið og sjálfsákvörðunarrétt fólks eins og það í dag að hunsa það eftir hentugleika. Þangað til, kæra þjóð, munu Píratar standa vörðinn. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðurkjördæmis Bjarni Jónsson og talar af hálfu Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs. Virðulegi og þið sem sitjið. Nú þegar sumarið gengið í garð og fyrsti þingvetur nýs þings, nýrra ríkisstjórnar að baki eðlilegt tilbaka en líka fram veginn. Ég vil ræða hér í dag nokkuð sem snertur okkur öll
en hefur sannarlega mismunandi birtingarmyndir. Í þessala landi spyr öryggi fyrst og fremst að búsetu þar sem grunninnviðir eru í lykilhlutverki. Náttúruhamfarir og ofsaveður hafa á síðustu árum minnt okkur á að forgangsraða í samfélagslega innviði, þeim sem lúta að öryggi, raforku, samgöngum, fjarskiptum og örugg aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Til að tryggja grunnþjónustu og búsetuöryggi landsins óháð búsetu, svo sem sjúkraflugvöll Blönduósflugvöll, örugga læknisþjónustu í Grundarfirði. Við þurfum áframhaldandi átak í samgöngubótum og uppbyggingu á samgöngum innan byggðarlaga til að styrkja samfélagin sem búsetu heild, færa fólk nær hvert öðru, störfum sínum og þjónustu sem það sækir. Það er mikilvægt að efla með betri samgöngum innan þeirra en ekki síður á milli þeirra. Við verðum líka að ganga í stærri verkefni og setja í forgang eins og þjóðvegagöng svo skipta samfélagið þar öllu máli. Það er styrkleiki í öryggi þjóðar að tryggja jafnt aðgengi að grunnþjónustu. Í því samhengi var aðgengi að læknisþjónustu stóreflt á síðasta kjörtímabili til handa öldruðum og öryrkjum með niðurfellingu gjalda. Það er sömuleiðis lykillinn að því að festa búsetu í viðkvæmum byggðum og tryggja búsetuöryggi sem það er mikilvægt að val fólks sem kýs að búa út land í byggðarlaginu sem fórnaði þau eða það sem þar vill búa sér og sínu líf þurfi ekki að fórna því búsetuöryggi sem við öll eigum að njóta og aðgengi að læknisþjónustu verði bætt. Það dreifðu byggðir gegna samfélagslegu mikilvægu hlutverki fyrir þjóðina, atvinnu og matvælaöryggi. Liður í því að tryggja hag og stöðu smærri byggða er að styðja vel við grunnatvinnuvegina, sjávarbyggðirnar, landbúnað og matvælaframleiðslu. Vinstrihreyfingin Grænt framboð hefur upphafi lagt ríka áherslu á ábyrga umgengni auðlindir, gegn fortakslausa kröfu sjálfbæra nýtingu og bent á mikilvæg grunnrannsókna og fræðasamfélag land allt. Ég vil þakka skjót viðbrögð matvælaráðherra vegna alvarlegrar stöðu bænda vegna stríðsreksturs Rússa í Úkraínu sem til marks stefnu hreyfingarinnar landbúnaður verði órjúfanlegur þáttur í sjálfbæru samfélagi á Íslandi og verðmætasköpun í hinum dreifðu byggðum. Að við stöndum matvælaöryggi á okkar forsendum. Íslensk stjórnvöld settu sér á síðasta kjörtímabili metnaðarfull markmið loftslagsmálum og fjármagna aðgerðaáætlun eftir. Við höfum ásamt öðrum þjóðum skuldbindingar í loftslagsmálum en ekki síður fjölbreytileika. Þessi verkefni eru nátengd og samofin. Við verðum að tryggja að saman fari markvissar og árangursríkar aðgerðir í loftslagsmálum og verndun búsvæða, líffræðilegs fjölbreytileika og náttúruvernd. Það er okkar hnattræna skylda að standa vörð um náttúru Íslands fyrir komandi kynslóðir fyrir náttúruna. Virðulegi forseti, við höfum ekki missa niður áunnist með betri samskiptum og friði í álfunni síðustu áratugi og viðbrögðum við sameiginlegum áskorunum eins og loftslagsvanni, eyðingu vistkerfa og aðgerðum að vinna að loftslagsjafnrétti. Evrópa stendur nú á erfiðum tímamótum þar sem grundvallargildum og stríð skekur álfuna. Það er lífsspursmál fyrir farsæla framtíð álfunnar, þjóðir hafa sér saman stoðir lýðræðis, mannréttinda, friðar og öryggi fólks þar sem jafn réttur komandi kynslóða til mannsæmandi lífs og framtíðar. Þar sem sjálfsákvörðunarréttur þjóða er virtur og samskipti og úrlausnir markast af gagnkvæmri virðingu. Kæru landsmenn, að lokum fyrir góðan þingfundur hér með ykkur þingmenn góðir hér og síðan óska öllum öðrum landsmönnum líka gleðileg sumars, góðar stundir. Til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigríður Gunnlaugsdóttir og talar af hálfu Viðreisnar. Forseti Alþingis, góðir áhorfendur. Á friðartímum eru öryggi og varnarmál ekki efst í huga fólks. Það er ekki fyrir en að öryggi ógnað sem mörg gefa þessum þáttum raunverulegan gaum. Sá tími er núna. Þá verður ljóst að í raun hvílir allur okkar öryggi. Stríð er aftur veruleiki Evrópu.
og er það hlutverk stjórnmálanna að bregðast við af alvöru og af ábyrgð. Þjóðarleiðtogar verða að ræða hvernig breytt heimsmynd hefur áhrif á hagsmuni þjóðarinnar. Árás Rússlands á Úkraínu er í reynd árás á Evrópu alla. Árás á þau gildi sem við trúum á, árás á frelsi, árás á lýðræði. Það sjáum við líka birtast í samstöðu með Úkraínu og við árásinni. Efnahagsþvinganir af áður óþekktum þunga og sögulegar aðgerðir til stuðnings Úkraínu. Og samhugurinn hér á Alþingi hefur verið sterkur. Stríðið hefur haft afgerandi áhrif á evrópsk stjórnmál og hagsmunamat Evrópuþjóða í kjölfarið. Það er af þessari ástæðu að meirihluti Finna og Svía er nú í fyrsta sinn hlynntur NATO-aðild og að þessar þjóðir sóttu að gerast aðilar. Það er af þessari ástæðu sem þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram í Danmörku og Danir ákváðu að stíga áður óþekkt skref með þátttöku í varnarsamstarfi Evrópusambandsins. Og það er af þessari ástæðu að mun fleiri Íslendingar eru nú hlynntir aðild að Evrópusambandinu en þau sem eru andvíg. Allir stjórnmálaflokkar ættu þess vegna að sameinast að fram fari samtal á vettvangi stjórnmálanna áhrif stríðsins í Evrópu á öryggis- og varnarhagsmuni íslensku þjóðarinnar. Hvað það þýðir fyrir herlausa þjóð að tilheyra NATO en ekki Evrópusambandinu. Þýðingu frekari Evrópusamvinnu fyrir Ísland, kosti og galla aðildar. Þau sem taka þessari spurningu alvarlega vita að svarið við grundvallarspurningum er ekki endilega einfalt, en umræðan verður að fá að eiga sér stað hér sem annars staðar. Afstaða Viðreisnar er sú að hagsmunum íslensku þjóðarinnar sé betur borgið í nánara samstarfi við aðrar Evrópuþjóðir, að okkur sé betur borgið fyrir innan en fyrir utan Evrópusambandið. En okkar afstaða er líka alveg skýr það að þessa ákvörðun verður þjóðin sjálf að fá að taka. Þeir stjórnmálaflokkar sem eru andvígir þátttöku Íslands í samstarfi fullvalda þjóða innan ESB eiga ekki að forðast þetta samtal, ættu að fagna því, taka þátt af ábyrgð og af alvöru. Það er óábyrgt að segja núna að Evrópumál séu ekki á dagskrá. Það speglar ekki annað en ótta og óttinn er aldrei góður vegvísir. Við sjáum hvernig stjórnmálin axla sína ábyrgð og sinna grundvallarhlutverkinu sínu alls staðar í kringum okkur. Stjórnmálaleiðtogar og flokkar líta á það sem hlutverk sitt að leiða samtal viðbrögð við stöðunni óháð því hver ástæða þeirra er. Þessi umræða hefur ekki farið fram vegna þess að allir séu sammála. En enginn flokkur segir að þessi mál séu ekki á dagskrá, eins og við heyrum því miður hér í þessum sal. Opið og beinskeytt samtal stjórnmálanna hagsmunamat hefur farið fram og fyrir vikið er stefna þessara ríkja skýrari. Það heyrist ekki heldur að þjóðaratkvæðagreiðslur séu tóm vandræði, eins og hér hefur verið sagt. Og þá spyr ég, hvað er svona hættulegt við umræðu það hvernig við verjum hagsmuni íslensku þjóðarinnar best? Svarið er einfalt. Það er auðvitað ekkert hættulegt við það samtal. Það er andstæðan við umræðuna sem er hættuleg, þögnin. Hið lýðræðislega samtal er hinn rétti vettvangur til að rökræða og jafnvel takast á harkalega. Það þroskar umræðuna og skerpir stefnu þjóðarinnar. Kæru landsmenn, á friðartímum reynir ekki svo mjög á það að ríkisstjórn Íslands sé klofin í utanríkis- og varnarmálum. Núna er þetta hins vegar augljós veikleiki. Á tímum sem þessum leitar sú spurning á okkur hvort hagsmunum herlausrar smáþjóðar sé betur borgið í virkara samstarfi við aðrar Evrópuþjóðir. Eftir síðari heimsstyrjöld gerðu lýðræðisþjóðirnar sér grein fyrir því að friðurinn yrði ekki bara tryggður með hervörnum, heldur einmitt með náinni samvinnu ríkja sem sæju hag sinn í auknu samstarfi. Þess vegna
er Evrópuhugsjónin svo falleg. Evrópusambandið er í grunninn friðarsamband og nágrannaríki okkar er ekki í neinu vafa um það eða mikilvægi þess. Það eru ekki heldur nágrannaríki Rússlands sem nú sækjast eftir aðild. Staðan núna kennir okkur hver þörf lýðræðisþjóða er fyrir samvinnu í þágu öryggis en ekki síður fyrir grunngildin, fullveldið, frelsið, lýðræðið og mannréttindin, viðskiptin og efnahaginn. Við eigum allt undir því að alþjóðakerfið og alþjóðalög séu virt. Við erum sterkari saman sem heild. Þjóðaratkvæðagreiðsla þetta hagsmunamat sem þjóðin stendur frammi fyrir og umræðan í aðdraganda hennar er frábær leið til að þroska samtalið hagsmuni Íslands. Það er ekki bara eðlilegt, heldur nauðsynlegt að þjóðin fái að taka þessa ákvörðun. Við eigum að treysta íslensku þjóðinni. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason sem talar af hálfu Miðflokksins. Virðulegur forseti, góðir landsmenn. Æði undarlegu fyrsta þingi þessa kjörtímabils fer senn að ljúka. Það vitum við sem hér störfum inni, en fyrir þá sem horfa á að utan er ekki margt sem bendir til þess að þinglok séu í nánd, nema þá þær umræður sem hér eiga sér stað núna. Stór mál sem stjórnarflokkarnir ætla sér að klára eru enn í uppnámi eða óklár, svo sem fjármálaáætlun til næstu 5 ára. Önnur, eins og til dæmis lög breytingu á regluverki leigubifreiða, sem innviðaráðherra þráast við að leggja fram, nú í 3. eða 4. sinn, eftir því hvernig talið er unnið með þeim hætti að enn hafa samanlagt engir gestir, engir hagsmunaaðilar komið fyrir umhverfis- og samgöngunefnd til að færa rök með og á móti málinu. En það er ekki bara þinglokin sem eru undarleg núna. Það eru margir hissa í gær þegar formaður Sjálfstæðisflokksins tók því vel að á kjörtímabilinu yrði gengið til heildarendurskoðunar á íslenska fiskveiðistjórnarkerfinu undir forystu matvælaráðherra Vinstri grænna. Atvinnuvegu þjóðarinnar og það að fara óvarlega hvað regluverk hans varðar getur haft grafalvarlegar afleiðingar. Það hefði kannski farið betur á því að formaður stærsta stjórnarflokksins hefði staðið með fiskveiðistjórnarkerfinu, kerfinu sem hefur reynst þjóðarbúinu betur en nokkuð annað og er öðrum til eftirbreytni. Miðflokkurinn mun ekki láta sitt eftir liggja þegar kemur að því að standa í lappirnar í þágu íbúa sjávarbyggðanna og þjóðarinnar allrar með sjávarútveginum. En það er á fleiri sviðum grunnatvinnuvega þjóðarinnar sem framganga stjórnarflokkanna er undarleg. Eftir ítrekaðar ábendingar alvarlega stöðu landbúnaðar, bæði vegna uppsafnaðs vanda og bráðavanda vegna hækkunar og áburðarverði og aðföngum, var svar matvælaráðherra að setja á laggirnar spretthóp, eins og hann var kallaður, til að ráða bót á málinu. Þetta gerði ráðherrann 10 dögum eftir að hafa svarað fyrirspurn Ernu Bjarnadóttur, varaþingmanns Miðflokksins, þar sem spurt var, með leyfi forsetans, hvort ráðherra telji að grípa þurfi til frekari ráðstafana til að tryggja framboð búvara og afkomu bænda á komandi mánuðum. Nú ráðherrann svaraði því til, með leyfi forseta, að miðað við þær upplýsingar sem ráðuneytið hefur á þessum tímapunkti er þess ekki að vænta að skortur verði á framboði. Virðulegur forseti, þarna liðu 10 dagar á milli þess sem ráðherrann sagði ekkert þurfa að gera, þar til hún setti hóp í málið, spretthóp. Sambandsleysi ráðherra við raunheima náði þarna 9 hæðum. Öllum þeim sem starfa í landbúnaði var löngum ljóst að staðan væri grafalvarleg. Ef það er ætlun ríkisstjórnarinnar að draga verulega úr matvælaframleiðslu á Íslandi, þá er hreinlegra að segja það bara beint út. Í stað þess að svelta bændur landsins þannig að þeir rökklist úr bústörfum og því mikilvæga verkefni að framleiða heilnæmustu landbúnaðarafurðir í heimi. Virðulegur forseti, á sama tíma og orkuskipti fær mikið pláss í umræðunni, þá virðist hugur ekki alltaf fylgja máli, nema helst hjá þeim sem telja rafmagni verða til í innstungunni. Vandamál sem blasa við eru enn óleyst. Nú á 5. ári þessarar ríkisstjórnar og á 3. ári frá hinu svokallaða aðventuóveðri, þegar öllum voru orðnir ljósir veikleikar flutningskerfis raforku og mikilvægi þess að styrkja dreifikerfið, þá er enn ekki búið að afgreiða svokallað raflínufrumvarp. Og staða þess í nefnd með þeim hætti að greinilegt er að engin raunverulegur vilji er hjá stjórnarflokkunum til að klára málið. Það hafa ekki einu sinni verið kallaðir til gestir fyrir umhverfis- og samgöngunefnd vegna málsins. Og í dag, samkvæmt starfsáætlun Alþingis, áttu að vera 2 dagar til loka þings. Enn er ekki búið að kalla neina gesti til vegna málsins. Svo talar á
tyllidögum að styrkja dreifikerfi raforku. Virðulegur forseti, þetta auðvitað eitthvað grín, en það því miður á kostnað landsbyggðarinnar. Virðulegur forseti, senn styttist í þinglok. Þetta fyrsta þing kjörtímabilsins hefur að mörgu leyti sýnt okkur að sú tilraun að tengja saman stjórnmálaflokka frá argasta vinstri yfir miðjuna og til hægri ekki til þess fallin að færa samfélagið fram á veginn. Það nefnilega þannig að stjórnmál eru nauðsynleg til að breytingar verði. Við sem hér eigum að takast á hugmyndir, stefnu. Við eigum að takast á það hvort umfang hins opinbera á að vaxa eða minnka. Við eigum að takast á það hvort hefðbundin borgarleg gildi sem hafa fært þjóðina fram frá örbirði til velsaldar á undrastuttum tíma eigi að vera í forgrunni áfram eða hvort við göngumst á hönd réttrúnaðinum sem nú tröllríður hinum vestræna heimi, vókismannum þar sem umbúðirnar skipta meira máli en innihald. Ef við tökumst ekki á hugmyndir stjórnmál og lausnir, þá munum við fljóta sofandi að feigðarósi. Góðir landsmenn, njótið sumarsins, notið það til að velta fyrir ykkur hvernig samfélag þið viljið. Ef þið viljið samfélag byggt á einstaklingsfrelsi, hóflegum afskiptum ríkisvaldsins, samfélag sem grundvallast á styrkum stoðum réttaríkis, en ekki þar sem dómstóll götunnar verður jafnsettur hinum formlegu, þá hvet ég ykkur til að hvílast vel í sumar og taka umræðuna með okkur Miðflokksmönnum í haust. Tökum umræðuna á kaffistofunum, við eldhúsborðið, í heitupottunum og í saumaklúbbunum, því það mun raunverulega skipta máli. Við verðum að fara að tala hugmyndir, þannig færumst við áfram sem samfélag. Kæru landsmenn, lifið heil. Þá lokið almennum stjórnmálaumræðum sem útvarpað og sjónvarpað var héðan úr Alþingishúsinu. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Fundi slitið.